gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja. Komiði sæl, sýnir Egils heilsa á þessum sunnudegi sem og öðrum. Það verður margt góðra gesta hjá okkur í dag. Síðast atriði þáttarins á alltaf að tala húsnæðiskreppuna og til að ræða það við okkur koma Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem formaður Leigjendasamtakanna, María Pétursdóttir sem formaður húsnæðishóps ÖBÍ og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR. Svo einhvers staðar ætlum við bræður líka að tala pólitík en við byrjum á vettvangi dagsins. Það Róbert Marshall leiðsögumaður, ekki segja það? Yes. Dagbjört Hákonardóttir þingmaður og Eyrún Magnúsdóttir fjölmiðlakona. Verið öll velkomin. Takk. Áður en við fórum loftið þá vorum við að tala hérna á hverju við ætlum að byrja og mér langar að byrja á þessum hörmungafréttum. Þessi bara það sem aðeir árið sé búið að hafi 3 börn fallið fyrir dáið vegna verið tekin að lífi. Einfaldlega. Og þetta eitthvað sem bara mjög fátítt hérna og okkur lítur öllum að vera brauði, Róbert, það ekki? Jú. En maður velti fyrir sér, hægt að draga ályktanir út frá þessum atburðum versnandi stöðu í samfélaginu, aukna spennu, aukna glæpavæðingu. Ég held sko að minnstakosti í einhverjum tilfellum þá þessi hnífavæðing ungmenna merki eitthvað. Einhverja meiri svona ofbeldisvæðingu og þá einhverja svona hvað ég var að segja einhverja minnkandi svona bara tengingar á milli fólks, ábyrgðar í samfélagi og annars slíks. Þannig að ég held að það að einhverju leyti hægt að draga ályktanir það að við sem samfélag, svo að nota þessi frasi, séum ekki að standa okkur alveg. Það er eitthvað, það er brotalöm einhvers staðar í kannski menntakerfi og líka bara því hvernig við erum að upplifa okkur sem svona hluti af heild. Sko, að minni kynslóð þá fengum maður ekki bara dálka í fermingargjöf til dæmis, voru bara með dálka í beltinu og það var enginn að nota nefnum bara til að tálka en þetta hefur breyst, þetta er svolítið ógnirkendi, eða ekki, mörg ungmenni ganga vopnuð, bara jafnvel í skólanum. Já, ég fekk ekki dálk í fermingargjöf. Nei, svona... Nei, ég sagði minni kynslóð, það er svolítið munur á okkur, sko. Já, svona allir grínislefti þá vildi ég óska þess að ég hefði, sko, nógu mikla yfirsýn yfir vandann til þess að geta lagt til einhverjar uppbyggilegar lausnir bara á þessu í heild sinni en ég veit þó það að fyrsta skrefið er að viðurkenna bara vanmáttinn. Það er alltaf númer 1. Síðan þá eigum við að vera sanngjörn við pólitíkina og ég sem fulltrúi í stjórnarandstöðu, sem fulltrúi Samfylkingarinnar, ég ætla að vera það gagnvart ríkisstjórninni, mér detti ekki í hug að kenna einhvern veginn væru kær stjórnmálana það ástand sem er að skapast en ég ætla samt sem áður að benda á að við leysum ekki þennan vanda með því að stofna einhvern starfshóp degi eftir hörmulega fréttir og telja fram einhverja margliða aðgerðaráætlun í 26 þáttum sem hafa kannski suma hverju verið lengi í undirbúningi og tengjast nákvæmlega ekki því ástandi sem er svona einhvern veginn búið að ágerast núna á nokkrum vikum. En sko, mér finnst bara hins vegar nauðsynlegt og þetta segir sko án þess að vita nógu mikið svona nýliðin atburði að við þurfum að sko gera mikinn greinarmun á ofbeldi sem á sér stað af hálfu einstaklinga sem eru jaðarsettir og þeirra sem koma hér með einbeittan brotavilja inn í aðstæður sem eru búin að fá grassæra slengi og ég bara kalla eftir því að það verði einhvers konar þjóðarsátt bara
höfnun á ofbeldi og það verður pólitískur samstarfsvettvangur fyrir það. Vegna þess að þegar ég tala sanngirni, tala það að ríkisstjórnin fái að mæta henni frá okkur, þá bið ég líka ríkisstjórnina og stjórnvöldum að teygja hendina yfir. Já. Já, þetta auðvitað ábúslega þungmál og mörgum bara þungt fyrir brjósti að fylgjast með fréttum þessa dagana og þá þetta verður einhver svona þörf fyrir að leita svara og leita að einhverju sem getur breytt einhverju og hvað erum við að gera vitlaust og höfum við einhvern veginn, eins og Róbert nefndi, sem samfélag einhvern veginn brugðist og auðvitað eru engin einföld svör eða einfaldar lausnir til en það sem mér hefur fundist svona, og þetta er auðvitað hræðilegt í einu þessara morðmála sem hún nefnir, þá er þetta barn sem að verður sem að veldur dauða annars barns og það er auðvitað eitthvað sem við eigum óbúslega erfitt með að bara ná utanum. En það sem mér hefur fundist kannski vera það þetta reynir á marga, það reynir á stjórnmálamenn núna, á fjölmiðla líka og það sem mér hefur kannski fundist vera svolítið svona að koma upp í allir þessar umræður sem við erum að taka núna er að við erum svona viðbragðs þjóðfélag. Við erum einhvern veginn viðbragðs þjóðfélag. Við förum í einhvern gír, ok, nú ætlum við að gera eitthvað. En það hafa kannski verið rauð flögg lengi í ákveðnum málaflokkum og við höfum haft tækifæri til þess að gera ýmislegt og ég bara tala almennt, auðvitað kemur þetta inn á mjög margt en við það er bara, við gerum það ekki. Við erum ekki nóg mikið í því sem er fyrirbyggjandi, sem er uppbyggilegt en við erum einhvern veginn meira til í að bregðast við og einmitt fara þá í það að skipa starfshópa og nefndir og fara í átök og setja meiri peningi í eitthvað ákveðið þegar staðan kannski gæti verið betri ef það hefur verið hlustað á hinn og þessar sem hafa sagt, heyri, það er pottubrotinn í, það er alveg sama hvar við stígum niður fæti. Við getum talað um geðheilbrigðismál og þetta með vopnaburðin er eitthvað sem hefur verið bent á líka lengi. En það hefur kannski ekki verið brugðist við. Algjörlega, ég held að taka undir þetta og segja að sko það hefur líka verið ákveðin ótti við það að adressa svona ákveðin svona myndbúi í samfélaginu vegna þess að stjórnmálamenn vilja auðvitað bara tala samfélagið upp og það hefði ekki kannski verið sérstaklega vinsælt í kjölfar COVID að fara einhvern veginn að nefna til ákveðina sterka vísa sem sem voru komnir upp þá sem bentu til þess að ofbeldismenning var að aukast og það auðvitað bara efni í annað debatt en það sem ég vil auðvitað líka segja og sem hefur mjög mikið verið bent á er það að einmannaleiki í síðtengdari heimi og verður bara risastórt vandamál og auðvitað sprettur svona jafningi ofbeldi upp af því að fólk upplifir sig algjörlega valdalaust og jaðarsett í samfélaginu, stundum kannski réttilega og stundum ekki og þetta eru sérstaklega sterkar tilfinningar þegar þú ert ungur einstaklingur sem átt bara þér engra verðsna von og það getur við gert svo margt sko. Smári? Já, við höfum svolítið rætt þetta við Rauðaborðið, mér finnst sko það er náttúrulega hörmungaratburðir er ekki endilega með svona það er ekki sjálfkrafa að draga ykkur almennar ályktir af því, stundum er þetta bara einhver harmleikur og tengist einhverjum persónulegri stöðu sem að sjálfur sér við getum ekkert gert eða brugðist við en það sem að hins vegar gerist við þessa viðburði er að það kemur í ljós að það er mikill vilji hjá samfélaginu í því að ræða það hvort eitthvað hafi farið úrskeiðis hjá okkur og það finnst mér að þessi viðburðir hitti einhverjum svona tilfinningu sem er í samfélaginu að kannski séum við ekki á svona góðri leið. Það er svona allra almennasta síðan er svona aðeins nær okkur sem að mér finnst hafa komið fram til dæmis kom ágætlega fram í torginu hjá Ríkisútvarpinu sem að mjög góðan þátt þessum ungt fólk ekki að tala og þá var ungt fólk að tala að COVID-árin hefðu haft áhrif
Og ég var svona svolítið hugsið við þessu, svo fengum við hérna ungt fólk og ég var að spyrja þau, sko, það þannig að það að hafa verið rændur félagslegum samskiptum í 1,5 eða 2 ár sem það var, svona meir og minna. Það eitthvað sem er þá bara hóla sem er í samfélaginu, eða þetta eitthvað sem maður jafna sig fljótlega á eða eitthvað slíkt. Og þau voru á því að þetta væri hóla sem væri ennþá í þessari kynslóð. Og það verið, kynslóðin upplifir það, stóru lit, margir sem koma fram á þessu og þá ætlum við að fyrir þau er eitthvað að gera eitthvað í þessu eða bara misti bara pólitíkin og allir hennar fundinir mann ekki sem voru með að við gerum þetta svo vel og hvernig svona er það bara, gleymdist þetta eitthvað að velta fyrir að geti verið eitthvað svona eftirleikur af þessu. Ég er ekki að segja það að COVID hafi séð þessu valdandi að fólk sé að ganga með hnífa og það er náttúrulega þannig að það er gerð könnun, það er 1% sem er með hnífa og til þess að verja sig, 4% í heildina sem eru með hnífa. Þannig að þetta er ekki almennt þannig að öll börn séu með hnífa. Það er það mikið, sko. Já, ég meina það er það, en ég er bara svo að sumt þarftu kannski að glíma við á sko þröngu sviði, en sumt getur gert í svona almennri vakningu. Við höfum svolítið að þegar við tala að við sem alltaf í svona almennu vakningum, stundum er það ekki endilega að þú veist að við fara í einhverja almenna vakningu til að draga úr unglingadrykkju. Það dregur bara unglingadrykkju þeirra sem að drekka lítið, eða þeir sem að drekka mikið eru í raunverulegum vandræði með neyslu áfengis og vímuefna. Við höfum ekkert verið sérlega góð í því. En við felum alltaf við verið að fagna hvað erum góðir í hinu. Þannig að það er svona margt í þessu og ég tek líka undir þetta sem að segir, sem er allt of mikið í og þetta er vandamál, við verðum að gera eitthvað. Já, býtum við hérna eitthvað ef við að gera það. Og það bara hugsaði enginn alveg út í hvað þetta eitthvað er. Þannig að þetta er bara eitthvað svona eins og við séum bara eitthvað svona í eitthvað fórnarstemmingu að nú ætlum við að gera eitthvað til þess að sýna að okkur finnst þetta alvarlegt mál. Það var eitthvað sem talaði fyrir þessu, var eitthvað sem var búin að benda á að það væri eitthvað óheillaþróun í gangi og var ekki hlustað. Til dæmis Viðar Halldórsson félagsfræðingur. Hann kemur hérna og er alltaf svona, ég spurði hann síðan sko, hann talar svo mikilvæg ákjæft þetta. Hún finnst þetta mikilvægt og hún finnst þetta líka áriðandi og hún finnst að það sem ef hann sér það að svona félagslega netið sem að samfélag okkar er búið til sé að rakna upp að þá beri honum að tala það því að þetta er vá sem við höfum að mæta og hann segir bara háskólasamfélag var gagnrýnt fyrir hrun að hagfræðingarnir og fleira að veifi ekki flöggum, ég er félagsfræðingur, ég sé að samfélag okkar er að rakna upp, auðvitað veifa ég flaggi og við erum að gera eitthvað í því og þá svo að spyrja hver ætti að geta fóstrað þá umræðu? Ég sé forsetinn og biskupinn stiga inn í það. Líklega þeirri ástæðu að þau hugsa sér svo, þetta er ekki bara eitthvað fyrir stjórnmálin sem að koma einmitt með aðgerðar áætlanir og eitthvað svona til þess að bara lifa af kastljós kvöldsins eða eitthvað svona, eru alltaf í einhverju kosningabaráttu. Þannig kannski þurfum við að ná þessu út í eitthvað svona breiðara samtal út í samfélaginu. Hoppin í þetta, þess að þetta er nákvæmlega það sem er. Ég meina við sjáum ekki forsætisráðara eða fjármálaráðara nálgast áskorurinnar sem við stöndum sannarlega frammi fyrir með þetta leiðarljósi. Þetta er mjúkt mál sem konur eiga að lesa. Já, þú veist, þetta er bara... Það eru konur og forsetinn og biskupinn. Nei, þú veist, svo við séum nú bara hérna á alvarlegum nótum þá... Þeir eru uppteknir öðru til að huga þessu. Ég er bara að segja að sko, það er mikið bent á ábyrgð heimilanna. Það er mikið bent á það, nú þurfa fjölskyldur að koma saman og eiga saman samtal. Já, ég meina, auðvitað verður það alltaf gert af hálfu félagslega sterkra fjölskyldna sem hafa tíð og fjármagn og tíma til þess að verja tímanum saman. Svo eru bara allar hinna fjölskylduna sem hafa það ekki. Það er rétt sem Dagbjörn segir, að kallanir sem eru í fórustunni, að þeir segja, já, Dagbjörn, það getur vel verið svona, en við fyrst verðum við náttúrulega að ráðast á verðbólguna og svona og við þurfum að tryggja atvinnulífið og eitthvað svona, svo komum við á þessu seinna. Og þessum erum við í þessari stöðu, sko. Við höfum látið þess að kalla að stýra uppbyggingu samfélagsins bara allt og lengi. Ég þreytist ekki á að nefna bara á hver er frumskylda samfélags gagnvart nýjum Íslendingi eða nýjum einstaklingi sem fæðist inn í þetta samfélag. Og það er bara það að tryggja það að foreldrar barnsins hafi tækifæri á að verja tíma með því fram að því að það fer í dagvistun og hvenær sem hún síðan tekur við. Það er ekki eins og að það sé verið að fjárfesta í þessum fyrstu dýrmætu árum barnanna og ungra fjölskyldna sem er að fara að byggja upp þetta land hérna. Við sjáum bara sterk teikn á lofti það að sé verða til hliðarsamfélög á þessu landi sem voru ekki til áður, þar sem við erum með samfélagslega sátt það að öll börn eigi kosta því að fara í leikskóla. Það er að verða til eitthvað rof
Og ég veit að mér finnst þetta tengjast og þetta tengist inn í umræðu samfélagslegt öryggi. Vegna þess að það sem hefur verið okkar eldsneyti inn í nærsamfélagið, inn í þétt opna samfélagið sem að rakna upp, það hefur verið það að við höfum gengið út úr því að það svona samfélagslega sátt það að allir eigi kosta þessum sömu tækifærum í nærsamfélaginu á leikskólastiginu til dæmis, sem heldur síðan áfram. Þetta gat hefur alltaf verið að leikskólarnir byrja 2 ára. Fæðingarorlof endar eftir 9 mánuði, komum fyrir 12 mánuði, en það er þetta gat sem þetta. En þú sér það, af hverju hefur það alltaf verið? Það er vegna þess að ríki hefur bara algjörlega skilað auði þessum fyrsta árum barnsins og þetta er einhvers konar sífellt togstreita sem ungar fjölskyldur þessa lands þurfa að díla við og það er ekki nein sérstaklega metnaðarfull áætlun að lesa þetta. Það er fáránlegt að skilja þennan vanda eftir hjá barnafjölskyldum, ungu fólki með börn. Þetta er bara fáránlegt. En þetta er samfélagslegt öryggi bara verstu á þessu. Ég ætla að tala fyrir hönd þeirra kallana sig að tala en það barnabætur að vera eitthvað ekki í námynda við þessum við höfum lagaðar miða við þess að maður voru 2013. Barnabætur hafa verið að hrörna, allur eiginlega stuðningur sem á milli kynslóð hefur verið að hrörna á Íslandi, vaxtabæturnar horfnar, þau sjáu það bara á ólíkri húsnæðsstöðu ungs fólks í dag og kannski fyrir 30 árum, þessi svona stuðningur í velferðaríkinu sem þessi stuðningur á milli kynslóða til þess að létta fólki fyrstu árin, námslánin eru miklu verri núna. Það eru bara allir til í þeirra mynd sem þau voru. Þannig að við sem velferðaríki höfum hrörnað gríðarlega á síðustu 30 árum. Það er bara Við erum stundum að bera saman, stundum er sagt þessi dagurinn að kynslóðirnar sem eftir okkur komi munu hafa það verri en við. Það heimur versnandi fer og við svona efnahagslega. Já, og kannski félagslega líka að þessu marki sem við erum að tala hér, ofbeldi og svona öryggisleysi á meðal ungmenna. Ég meina klárlega er það verri staða ef það er tilfinning sem að þér finnst þú þurfa að bera vopn ef þú ferð inn í samfélagið sem ungmenni. Það ekki var þetta eitthvað sem að hvarflaði á okkur á sínum tíma að við þyrftum á einhvern hátt að vera hættuleg til þess að á okkur yrði ekki ráðist í skólum og félagsmiðstöðum og félagslífi sem ungt fólk. Þannig að það er klárlega eitthvað að þar og það er klárlega versnandi staða. Fæðingartíðni fellur. Þannig að ég hugsa það sem gera lítið úr því að skrifa sögur ritgerðir. Mér finnst ég þurfa meiri upplýsingar hvað veldur þessu, af hverju er þetta. Áður en að ég segi þetta en klárlega er þetta áhyggjuefni. Við ættum að vera í samtali í samfélaginu þetta. Já. Ef það segjum að það væri ríkjandi hugmynd núna, kannski þarf ekki að vera meira en á þriðjungi þjóðarinnar, að þetta sé svona ástand, að það sé verður að vera ungur í dag heldur fyrir 30 árum og að fæðingartíðinni falli vegna þess að fólk treystir sig til að koma með börnin í það sé bara ómikil byrði að vera að koma. Börnin eru lausnin á vandanum þannig að þau eru hætt að koma. Ef það er bara tilfinning fyrir þessu, þá ættum við náttúrulega að vera bara í ákafri umræðu þetta í samfélaginu. Og síðan annað hvað þetta varðar, út af því að við tölum hver á að lesa þetta vandamál og er það konur sem er að lesa vandamál eða er þetta kallar eða akkur eru kallarnir ekki að tala þetta sem eru í þeirri stöðu sem hefur mest áhrif á það sem gerist í samfélaginu, það er bara hvert við setjum peninga og ég held að alltaf lengi hafi karlar ákveðið það hvað er árangur í samfélagi. Hvað er success, hvað er gott samfélag og það er rosalega mikið mælt út frá einhverjum ökonomískum mælikvörðum, einhverju ekki ebitu í samfélagi en svona næstum því. Hvað er kostnaðurinn við það að eiga heima og svo framvegis. En eitt af því sem er gríðarlegt verðmæti ef að við bara sem samfélag ákveðum það hvað er samfélagslegur success og það eigum við auðvitað að gera. Það er meira til hlutlæg mælikvarðar, Social Progress Index sem við mættum nú nota meira. Akkurat. Bara hvað er verðmæti fyrir okkur og eitt af því sem er gríðarlegt verðmæti fyrir okkur er að vera örugg. Það er algjörlega það sem er og vera tengd og ekki einmanna og ekki kvíðinn og svo framvegis. Þetta eru raunverulegu verðmæti í lífinu. Við vitum þetta, að við farum með það út á götu og myndum spyrja fólk að hagvöxtur væri næði ekki 100, topp 100. Þannig að fullri virðingu fyrir. Og hver er mesta ógnin í samfélaginu? Verðbólga, það kannski við myndum lenda í 59. sæti.
Fullir virðingu fyrir þeim sem að stýra okkar samfélagi í dag og Bjarna og Sigurð Inga. Þeir ekki með sama mælikvarða og ég á hvað það hvað árangur Nei. Þessum skilgreininni mína pólitík, ef ég ætti bara að summera hana í 2 orð, það bara félagsleg samþætting. Það bara lykillinn að velferðarsamfélaginu sem Ísland hefur tök á að verða. Það bara það að við séum með stofnanir þar sem allir eiga að kosta á að kynnast hvort öðru. Það eftir því sem hliðarsamfélög fara stækkandi því óhamingju sem samari verður við kollektíft. Þess vegna vil ég að við tryggjum það að börn komist að á leikskóla og það tala öll börn og það verður til blöndun innan hverfa sem blöndu fyrir og menntaskólarnir verði ekki að einhverjum elitustofnunum og allir eiga kosta því að fara inn í háskólanám og ég aðgang að einhverjum öflugum lánasjóðum eða styrktarsjóðum með það að gera. Sem dæmi þeim á gripinni þetta með hörnum lánasjóðsins sem alveg stórkostleg Það alveg magnað að þetta skuli ekki vera í almennu umræðu. Það ég held að við fækkaðum helming þeir sem taka lánan út. Miklu meira held að sé 60. Já, svo talað með við fólk sem kemur af fábrotnum heimilum. Eða sem með lítið fjárhagslega stuðning til þess að fara í nám. Og það bara, lánasjóður hjálpa þeim ekki. Þið myndu halda að það var hugsunin. Málið það að þau það svo lítið svo færð, að þú verður að vinna með, og þú vinnur með þá getur ekki fikið lán. Ekki bara það, að þú veitir ekki hver framfærslan lág, þú veistu ekki hver kjörin afborgunum fyrir að námi loknu Hugsaðu hvað það brenglað. Segðu þetta aftur. Þannig að þú tekur lán í dag. Já. Og þá gerur þér ekki grein fyrir því hverjar afborganir og þín lánakjör á skuldabréfinu þegar þú lýkur námi fyrir að það tekið svona ákveðin punkt staða þegar þú lýkur námi og ég meina þið getið ímyndað eitthvað hvaða væntingar fólk sem hafi hóf nám sitt 2021 hafið til afborgana algjör óvissa sem allt og lítið talað þetta fólk að fátækum heiminu stendur fram fyrir því að það bara eiginlega getur ekki verið í námi því þú ætla að vera í svo mikil vinnu með því en þú veist eða þá að ok, ég fer í nám en ég verið í svo mikil vinnu með því að ég umverulega með brotnan hnésskiljan í náminu þú veist, ég meina, var þetta hugsunum okkar að þeirra vorum að búa til lánasjóðin? Við varum með heilan bekk af lagnemum í vísindaferð hjá okkur hjá flokknum á föstudaginn og ég spurði hvað margir inni sem að taka námslán og það rétti ekki einn upp hönd og þetta gerðist bara það var eyðilegt þetta kerfi og það bara einhvern veginn bara heyrðist ekki það eitthvað skrítið við þetta samfélag Mér langar að grípa aðeins að því að Róbert kom inn á með þessa fjárhagslegu mælikvarða og þetta tengist líka inn í aðra umræðu sem að snýr nú að þessari grein sem að Andri Snær var að skrifa það sem hann gagnrýna viðskiptaráð af því að viðskiptaráð er að taka loftslagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar og setja máta það inn í svona fjárhagslega mælikvarða og segja, við græðum ekkert á þessu þannig að við kannski bara ættum að sleppa þessu og þetta svolítið svona fyrir mér af því að ég nú mikinn áhuga á bara læriði hagfræði og hef mikinn áhuga á þessu sem kallað samfélagslega ábyrgð af því að það alveg óbúslega svona útjaskað orð og sett núna hjá öllum fyrirtækjum inn í eitthvað svona sjálfbærni módel og allir ætla að vera sjálfbærir og sína samfélagslega ábyrgð og þetta einhvern veginn orðið hálf svona marklaust hugtak að mörgu leyti þegar þú ert ekki tilbúin að tapa neinu þú veist, þú ætlar að vera samfélagsábyrgur en það má ekki kosta neitt og jú, við viljum fara í loftslagsaðgerðir það má samt ekki kosta neitt við viljum ekki eða peningi í það og þú veist, þetta gengur náttúrulega ekkert upp en umræðan hefur öll verið á þessum nótum bæði varðandi hefur opinbera og líka einkageirann að þú átt alltaf einhvern veginn þú veist, þú vilt aldrei setja neitt fram þar sem þetta segja, þetta kostar pening og það þarf raunverulega að kosta einhverju til og það er einhver fórn sem þarf að færa á móti og að þá einhvern veginn þetta ekki, af því að það er svo fínt að segja að þetta þurfi að vera góð, það var nú grein bara daginn, ég man ekki hvað
það var eitthvað veitufyrirtæki að tala sjálfbærni væri svo góð business og og það er einhvern veginn, það svo það eigi að vera svo góð business, samfélagslega ábyrgð að vera svo góð business og helst að græða því og annars einhvern veginn og svo, og þú veist, þannig að þetta líka sko tengjast svo mikið inn í það sem við erum að tala að þú veist, þetta snýst að það þarf að færa ykkur fórnir og þetta þarf kannski að kosta eitthvað og þá við loftslagsmálin og þetta bara fleira og fleira, að það þarf bara að setja raunverulega fjármuni í eitthvað sem að koma ekkert tilbaka á einhverja, sérst, þú getur ekki tekið þessa fjárhagslegu mælikvarða sem einmitt búnir til af einhverjum dauðum köllum einhvern tímann að allt þurfi einhvern veginn og þú veist, þetta svona Andri Snær hafa kallað þetta 90s hagfræði í einhverjum útvarpsþætti sem ég var að hlusta og að við getum einhvern veginn ekki bara verið föst þarna að það þurfi bara einhvern veginn að græða á öllu og svo líka, stundum þurftum við kannski að læra að reikna svolítið, ef við tökum bara húsnæðiskreppuna sem við ætlum að ræða á eftir að það má alveg færa rök fyrir því að út af húsnæðiskreppinu þá séu leigjendur að borga svona 100.000 kalli og mikið í leigu á hverju mánuði í Íslandi. Það eru 48 milljarðar á ári. Höfum við efni á því að leysa húsnæðiskreppuna? Höfum við efni á því að gera það ekki og láta vestasta fólkið á Íslandi borga húsnæðiskreppuna? Þetta bara, það er svo fólk bara kunni ekki að reikna nema eins og viðskiptar og reikna bara hagsmuni fyrirtækjaeigenda, það bara reiknar ekki með neinu öðru. Ég er að vitna núna alveg orðrétt í fjármálaráðherrann sem að sagði í ræðustól Alþingis, hann sagði: við sáum síðustu frétt frá Hagstofunni núna að eignaverð hafa hækkað mjög mikið sem segir að fólk skuldar almennt miklu minna. Þetta eru fjármálaráðherra og efnahagsráðherra sem segir þetta af því að húsnæðisverð hækkað þá skuldum við minna. Hlutfallslega. Já, hann sagði það ekki. Nei, hann meinti það. Þetta er vandi fólksins alveg svo sami að eignin er metin á hverju sinni. En við þetta búum við. Þessi maður er fjármála og efnahagsráðherra. Vandinn er hækkun húsnæðiskostnaðar. En hann er að benda á að í staði þá aukist eignin í bólunni. Þannig að þetta er eiginlega ekki boðlegt inn í samfélagsumræðu. Miklu minna. Þetta er ekki boðlegt að fjármálaráðherra en má ég bara taka hvað sem erum að tala varðandi þessa bara samfélagslegu ábyrgð viðskiptana á til dæmis eins og loftslagskrísunni því að við erum aldrei að taka á þessum vanda með heildstæðum hætti. Það er aldrei verið að horfa á það alveg frá að til og það er alltaf business sem kemur inn í þetta allt saman og það er einmitt þegar á síðustu svona 20 árum þá hefur það verið alveg rosalega góður business að vera í einhverju sem er grænt og það er aldrei tekið það er aldrei hugsað heildrænt alla leið og hvað verður kísil í sólar panelum sem rennur sitt skeið á enda, hvað verður rafhlöður sem hafa runnið sitt skeið á enda í rafmagnsbílum og svo framvegis og framvegis. Þetta er einhver besti business sem þú getur verið í er að höfða til samviskubits fólks og í raun og veru búa til þá mynd að þú sért ekki kapitalisti, heldur ertu raun og veru að bjarga heiminum og ég man ekki nafnið á þessari seríu sem gerðist í Silicon Valley og var svona svolítið að munið eftir þessum þætti þar sem það voru alltaf einhverjir svona entrepreneurs að búa til nýtt forrit sem að gera þetta. Það var ekki til þess að græða á því, heldur bara til þess að gera heiminn betri. Facebook og Google og name it. Öll þessi viðskiptamódel ganga ekki út á það að græða út á þeim, heldur að tengja fólk saman og bjarga heiminum. En þetta er ekki svona og svo búið að skekkja myndina þannig að það er ekki lengur corporate veröldin sem á að taka ábyrgð eða sem að getur tekið stóra ákvarðanir það að skipta út flugvélaflota eða raunverulega lausnir í loftslagsmálum til dæmis, heldur það sett á herðarnar á einstaklingunum sem eiga að draga úr eða breyta sínu lífi og svo framvegis. Og því miður auðvitað er þetta sambland af því að við öll erum treg til þess að vilja breyta venjum okkar og lifa með svona aðeins ábyrgari hætti
og svo því að kapitalismin vill bara alltaf meira. Sko, auðvitað missum við tiltrú á stjórnmálafólki sem segir okkur bara að þetta hefist allt með því að þú notir pappírsrör í kókumjólkina. Það hefur, fólk missir bara vilja til þess að taka þátt í þessu stóra verkefni þegar það upplifir einhvern veginn svo að mestu byrjarnar séu lagðar á þær sem minnst hafa og öll sko umskipti verða að fara fram með því tilliti að við horfum á þá sem þurfa að aka sem lengstan veg í vinnu sem borgar láglaun en samt sem maður erum við á þeim stað að hæsta lagið hér efsta lagið hér einhvern veginn viðist fá ákveðin frípassa sem fólk áttar sig kannski ekki alveg nákvæmlega hver en þetta tilfinning fólks og það, ef við tökum bara stærsta samtíma vandan okkar sem loftslagsmálin og yfirfærum hann aftur yfir á það sem við kannski stöndum fram fyrir íslensku samfélagi sem bara general samfélagslegt öryggi og ég tengi þetta aftur ofan í það sem ég ætlaði að segja áðan það svona ábyrgð heimilan og ábyrgð svona fólk sem upplifir sig félagslega sterkt og ábyrgt fyrir. Við eigum bara allt með, sko, þetta er alveg óbærslega mikilvægt og Róbert var að minnast á þetta áðan, að við höfum ekkert eitthvað endilega neina tölur á blaði til þess að draga hennar ályktanir. Ég get bara tekið einhvern veginn svona sett puttan upp í loftið og tekið með að því umhverju sem ég er í, en ég er í búblu alveg eins og hverjir aðrir. Við sjáum hins vegar að það eru merkilegar skýrslur að koma frá greiningarstöðum út í heimi sem eru búin að setja augun sína á Íslands samfélag. Við nefnum hérna bara OECD í því sambandi sem segir bara, sem er fyrsti aðilinn til þess að benda á það, bara svart og hvítu, að það eru að verða til hliðarsamfélag hérna og það tekið sérstaklega með af sko, inngildingu og samþæktingu erlends vinnuafls hér á landi, bæði á vinnumarkaði og í skólum. En hvað var það sem OECD sagði sem var sko, bara áður en nokkuð annað var sagt? Það ekki til tölfræði hérna á þessu landi. Þið eru ekki að taka saman henni gögn. Þið eru ekki að vinna í samfélagslegum greiningum. Af hverju er það? Það tengist aftur inn í háskólasamfélagi. Viljum ekki vita þetta. Eða þeir sem að stýra þessu vilja ekki vita þetta. Já, ég menna þetta er líka það að það eru hagsmunir í því fólknir fyrir fólk sem eru á ákveðin tegund stjórnmálamanna að skilgreina hvað skuli rætt. Á hvaða vettvangi á að tala stjórnmál og þá er mjög oft gripið til þess að tala mjög flókið mál, mjög leiðilegt mál og í raun og veru er það svona ákveðin aðferð til þess að ýta bara venjulegu fólki út frá borðinu og tæknivæða stjórnmálaumræðuna þannig að það er eiginlega bara fyrir fáa útvalda til þess að ræða þetta og eftir náttúrulega verður mjög óánægður almenningur eða svona minnihluti sem að tekur ekki þátt og síðan koma samfélagsmiðlarnir inn í þetta og þynna út umræðuna ennþá frekar þannig að í raun og veru verður hún öll stjórnmálaumræðan er einhvern veginn hrópuð út bílglugga á ferð. Það er engin umræða tekin svona efnislega hvað er það sem skiptir okkur raunverulega máli, á hvaða upplýsingum erum við að byggja ákveðna. Við erum að gera það núna. Við erum að gera það núna, því að það er gefinn tími í það. En ég held að bara svona á mjög mörgum sviðum samfélagsins erum við að gjalda fyrir það að við höfum látið ákveðin hóp ákveða fyrir okkur hvað á að ræða í pólitík og þegar ég var á hennu pólitíska sviði og var í þinginu þá var ég ofta að hugsa rosalega er þetta leiðilegt mikið er þetta leiðilegt fólk og ég er leiðilegur þegar ég er í þessu og ég sé það síðan í baksýnisspeglinum að það var út af því að ég let mjög skrítið fólk svo talað sé bara tungutak Tim Walz úr Bandaríkjunum ákveða fyrir mig hvernig ætti að tala pólitík bara einhvern veginn allt öðru sér lið heldur en ég fólk sem var með einhverja barnæsku drauma það að vera í drengjaskóla í Bretlandi undir Thatcher ákveða fyrir mig hvað skipti máli í stjórnmálalegri umræðu ég veit alveg hverju ég er að tala þannig að skiljiði og síðan horfi ég á þetta í dag og ég hugsa með sjálfum mér eitt af því sem að er svona alveg stóra ógnin í pólitíkinni í dag er hvað hún er leiðinleg og hvað það eru mikið af leiðulegri diskussjón og þess vegna gleðst ég svolítið inn í mér yfir því að sjá Kamilu Harris og Tim Walz tala gleði í pólitík og pólitískri umræðu og hvað skiptir miklu máli að við séum glöð og það séu bara sagði brandarar og
og hlegið þegar við erum að spjalla þessi mál. Og við séum ekki að láta leiðilega fólkið ákveða svona í að tala pólitíkina, heldur frekar eittu að hjálpa fólki sem bara fast þarna í að tala það sem skiptir máli. Og þess vegna held ég líka svolítið ótrúlega dýrmætt að fá mann eins og Andra Snæ sem fyrir utan þetta, sem kemur og segir við okkur öll og segir við viðskiptaráð hvaða máli skiptir andskotans EBITDA þegar allt hrunið og þegar börn eru með hnífa og samfélagið bara í algjöru fokki. Teiknimynda sem heimurinn að farast og eitt segir við annan en við náðum þó allavega að hækka EBITDA lefinu, þetta svona og svo eins og Eyrún að segja við erum til í að berga heiminum ef við græðum á því. Þetta náttúrulega og að því að vitna í Viðar áðan mér finnst það svo áberandi í því sem hann að segja hann eiginlega að benda á að það sem við erum að einblína á eru svona þættir þar sem við getum mælt sem fjárhagslegan ávinning og fyrst og fremst eigenda fyrirtæki, arðsemi svo mikilvægt að allir atvinnuvegir séu arðsamir, það þýðir bara það að eigandi getur tekið mikið penning upp úr rekstrinum og fært sér. Það er ekki þjóðhagslega hagkvæmt, við erum löngu hætt að meta það hvort það sé þjóðhagslega hagkvæmt að hafa eitt og þetta og við erum allan fókus þar og kunnum líka að við getum ekki sótt verðmæti nema á þessum forsendum. Þú veist að þið kannist við það í umræðu bara listir og svona alltaf reyna að sanna það séu einhvern veginn það sé að græða á þeim og þessi endurgreiðslan með kvikmyndir að þú veist það er sáralítil umræða gildi kvikmynda inn í samfélagið og við verðum að hugsa þetta sem borgarar hvað stór hluti af umræðum sem við tökum þátt í inn í þessum heimi sem á að mæla allt samfélagið út frá peningalegum hagnaði raunverulega fárra og hvernig við spilum inn í því svona gangverki og svo erum við hins vegar með alla þættina sem við teljum vera raunveruleg verðmæti í lífinu sem ég held að bara allt venjulegt fólk meiti það, hinum meini það en við erum með eins og þið að benda á það stjórnvöld hafa enga mælikvarða það en við verðum líka að horfa á það hvernig erum við bara í almenni umræðu að tala þá hluti sem að skipta raunverulega miklu máli eða beygið okkur alltaf undir það að fyrst þurfum við að taka þátt afplána eins og þú gerðir inn í umræðu leiðilegu sem að vilja bara horfa á heimins þannig. En af hverju erum við ekki að tala ég meina, kannski erum við bara ekki með nógu góðar varnir hér, þess vegna valda þessir kallar yfir okkur, það er nýfrjálshyggjan vann ekki af því hún svo góð, hún bara af því að vinstri og sósíalismi var búin að gefast upp, þess vegna bara völdu bara yfir þetta. Ég verð að taka upp hanskan fyrir hönd leðilega fólksins. Nýkomin á þing. Það er einstaklega leðilega kona og ég heldur þetta að ég veit samt alveg að hvað Róbert á við og ég ætla bara alveg að taka undir þetta hluta og það er oft passum okkur samt á of skemmtilega fólkinu vegna þess að það er oft svona ákveðin rauðu fáni. Ég ætla aðeins að skjóta ég vek athygli hlustenda að hér að verða til ný skipting í samfélaginu. Það er ekki góð og vonda fólkið sem að mun einkenna umræðu næstu misseri, heldur leiðilega og skemmtilega fólkið. Já, ég veit hvað ég ætla að vera. Vegna þess að ég ætla að vera leiðileg kona þegar ég segja að peningar skipta máli. Það skiptir máli auðvitað að passa upp á samfélagslega sátt. En þegar við erum stödd á þeim stað þar sem við erum með fjármálaráðherra sem vænir stærsta stjórnarandstöðuflokkin allavega í dag það að vera að leggja til að belgja út velferðarkerfið og hækka skatta upp í rjáfur. Þegar þessi ríkisstjórn og sérstaklega fjármálaráðherra Framsóknarflokksins skilar algjörlega auðu þegar kemur að því að fjármagna stærstu lögbundnu verkefni ríkisins sem varða þá þjóðfélagshópa sem eru hvað verst staddir. Við erum að tala um fatlað fólk, við erum að tala um fólk sem fær ekki NPA-þjónustu, hér fá ekki börn inni í sérskólum á grunnskólastigi. Hvað tekur við hjá þessum börnum þegar þau fá ekki þjónustu við hæfi eftir x mörg ár? Þau verða ekki sjálfbjarga, þau þurfa að fá miklu meira frá ríkinu ef þau eru ekki ræktuð og haldið að þetta sé rætt eitthvað sérstaklega. Haldið að þeir einhvern veginn sjá ekki alveg einu sinni sérstakann hagið því að berja sér að brjósti því að reyna að gera vel við þess að upplifi maður En ég
segir sko, já, ég ætla að taka undir með. Af hverju ekki? Að því að við getum bara, það eru bara heilu bókasöfnum sem að segja, þú veist, hvar fókusin ætti að vera. Að til dæmis allt sem við leggjum í öryggi barna og uppbyldið þess allt sem við grípum inn í þetta sem við erum nefna áðan þá sem í einhverjum vanda, en sem ekki bara horfa það allt sem að segja okkur það. Það allt sem að segja okkur að þetta margborgar sig. Það segir allt sem að segja okkur húsnæði fyrst. Þú veist, það besta sem þið getur gert í samfélaginu að tryggja húsnæðisöryggið. Allir hafi aðgengið á ódýru og öruggu húsnæði. Það er bara heilu bókasöfnum sem segir þetta. Á hverju fókus samfélagsins ekki þarna? En það snýst auðvitað það hvernig við komumst að þessu markmiði að tryggja öllum lágmarksþjónustu. Og þar greinir okkur bara á. Og það eru líka til aðrar hillur á þessu sama bókasafni hjá þér sem segja að leiðin til farsældar sé önnur en þú sem þú nefnir. Það er nefnilega ekki. Það bókasafn. Ég að vísa bókasafn sem byggt á rannsóknum í háskólum og svona. Bókasafni sem viðskiptaráð í. Við erum upp á bóklöðu. Það eru think tank sem að ríkasta fólk í heimi rekur til þess að komast á niðurstöðu og stilla upp til mótvægis við það sem að háskólasamfélagið hefur komið stað með svona hlutlægum rannsóknum. Þú mátt ekki gera ráð fyrir því að ég sé eitthvað ósammála hérna. Alls ekki. Ég að reyna að greina þetta bara með þér hérna. Ég bara svo hissa. Ég það sem ég að spyrja sko. Fókus sem við jafnaðarmenn viljum bara leggja á eru bara lögbundin verkefni og ég meina það svo fjarri því að við séum að fara að reiða hérna upp einhverjar stórar fjárhæðir í þá verkefni sem hafa verið vanrækt svo árum skiptir. Þú veist, við erum þetta bara, tökum við vonandi ef við fáum umboð til þess, tökum við ríkissjóðu sem illa stattur með hlið svona forgangsröðin þeirra verkefni sem hafa verið vanrækt langtímum saman. En samt ekki með halla sko. Það var ekki verkefnin, en hann samt með halla. Sko, ég ætla bara ekki að byrja að tala þau verkefni sem við bara reynum að standa skil á gagnvart borgurum landsins sem eru bara lögbundin. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að hafa það hugfast að Íslendingar eiga að gera kröfu það að þeim sé sinnt. Þetta auðvitað erfitt samspil milli ríkis og sveitarfélaga. Og það einhvern veginn hver höndin upp á móti annar í þessu og það kallaði ég aftur og þetta mjög klisjukennt að segja þetta en það pólitíska sáttin, hún þarf auðvitað að vera til staðar. Já. En því ég er svona gamaldags svona þingfréttamaður, þá getur nú sagt að þegar ég var að vinna sem þingfréttamaður og horfði við salinn þá hugsaði ég oft með mér ekki vildi sitja þarna. Það er svona meðanstu svona meira frelsi í greinlega að vera blaðamaður og það er ekki spennandi. En samt voru nokkri á þeim tíma mjög skemmtilegir fýrar í þinginu. Að því ég er gamaldags, það langar mér svolítið að því að fjárlögin eru til umræðu og skipta miklu máli og ég veit ekki hvort að menn taki þetta alveg lengur, þeir skilir svo bara með einhverjum mínus, bara ég veit ekki, en hvað er illa stödd, þetta sem ég var að lesa á að fjármálaráðherra, hann heldur það að þegar að verðmæti eigna hækkar að þá minnki skuldirnar. Hann bara segir þetta blákalt, oftar en einu sinni, ég tók bara eina tilvitnun eftir honum og þá það að fólki sem að berjast í þessari miklu, í þessari verðbólgu sem háu vöxtum og greiðslubyrðin hefur kannski tvöfaldast og eitthvað með að það á greinilega enga von eða björg í pólitíkinni, þegar að sá sem að fer fyrir fjárlögum ríkisins fattar ekki einu sinni þetta að þó að eignin hækki þá lækki ekki skuldirnar. Nei, ég meina þetta er bara tælu mælikvarði að grípa í til þess að reyna að búa til einhverja mynd. Þetta er algjörlega innihaldslaust og sér ekki neitt. Það er ægilegt ef hann trúir þessu. Ég meina hvernig heldur þetta komi við fólki sem sér kannski fram á það að verða skuldlaust innan 5 ára, kannski rétt rúmlega, milli 50 og 60, en ég meina það er kannski með 3 börn sem það veit ekki hvernig á að koma undir sér fótunum hérna á næsta áratug eða bara hreinlega koma sér í gegnum nám. Ég meina, auðvitað tala þetta bara fyrir tala svona málflutningur bara út í eitthvað mjög takmarkað samfélag sem auðvitað bara vill trúa því að háir vextir hérna sem eru bara einhvern veginn algjörlega eins og hann hefur sjálfur sagt bara allar að verða áfram með eitthvað lögmál í þessu samfélagi. Þessi ríkisstjórnin þetta náttúrulega vann síðustu kosningar 2021 meðal annars á því málflutningi þá formar Sjálfstæðisflokksins sem lofaði hérna stöðuleika áfram fjárhagslegum í formi lágra vaxta.
Ef þú ert formaður Framsóknarflokksins í dag og ert fjármálaráðherra, þá það sem að þú ert að hugsa bara að rugga ekki bátnum á nokkurn hátt. Segja ekkert sem að orkar tímælis, lenda ekki neinum fæting, bíða þangað til að það eru 2 mánuðir, 6 vikur í næstu kosningar og auglýsa til sín fylgi. Og það það sem að Framsóknarflokkurinn hefur alltaf gert og þeirra haus núna bara á þeim bolta. En finnst ekki þægilegt ef við bendum á það að þessi verkefni eru ófjármagnuð? Það ekki vinsælt, sko. Já, þegar við talum fjárlögin, þá finnst mér áhugavert hvað lítil umræðu þau í samfélaginu. Þau voru kynnt, það var sagt að það nú ekki mikla fréttir í þessu, það var nú allt komið í hvað heitir þetta fjárhagsáætlun eða eitthvað, ég man ekki hvað þetta heitir. Fjármálaáætlun sem í vor. Og einhvern veginn, það bara var hagur ríkisstjórnarinnar bara að draga úr umfjöllun fjárlög sem eru raunverulega stór tíðindi að sé vera að skila fjárlögum með miklum halla núna, 300 milljarðar í vaxtakostnað. Þetta eiginlega, við ætlum að vera að ræða fjárlögin alveg út og suður. En einhvern veginn tókst þeim einhvern veginn að bara þetta, ég sé engan hafa sérstakann á þessu, ég sé ekki RÚV einhvern veginn ekki svona einhverju systematísku umfjöllun fjárlögin, ég sé ekki svona í gangi. Þannig að það búið að vera erfitt. Það bara vantar líka fjölmiðla á Íslandi, það alltaf fáir og þeir eru alltaf veikir í rauninni og mikið af góðum blaðamönnum en þeir eru bara alltaf fáir, það þyrfti að vera miklu fleiri fjölmiðlar til þess að við getum fjallað af einhverju viti svona stór mál að því ekki gagnrýna fjölmiðla, ég bara segja að það bara vantar það eitt af þeim sviðum sem við þurfum að átta okkur á að við þurfum kannski að fórna einhverju til þess að fá eitthvað meira í staðinn og það sé einhver öflug lýðræðisleg umræða og það alveg þannig að því að við nú tala leiðindi náðan, að leiðindi eru sannarlega ógn við fjölmiðla vegna þess að það hefur sýnt sig og það engin ástæða til að ætla að það veri öðruvísi hér að það eru miklar áhyggjur, þetta var til dæmis verið mælt mikið í Bretlandi af svona fréttaforðun, að fólk bara forðast fréttir, segir bara, heyrðu, mér líður illa ef ég fylgst með fréttum, þá ætlum ég bara ekki að gera það. Ég hef margt annað við tíma minn að gera, akkur ætti ég að kveikja á fréttum eða fara inn á vefinn ef allt sem þar kemur fram bara annarkvort leiðilegt eða bara meiðir mig einhvern veginn, mér líður bara illa og ungt fólk mikið að grípa til þessa ráðs, það bara til tölfræðin þetta, ég held að sé 1/3 eða eitthvað eða nálægt 40% ungs fólks í Bretlandi mest kosti sem hefur á einhverjum tímapunkti sínu lífi eða bara systematískt tekið það ákvörðun að fylgjast ekki með fréttum og segja bara, ég ætla bara að það ekki þar með að þú ætlar ekki að gera neitt, þú getur lesið bækur eða bara fara í bíó, það eru ótal möguleikar, þannig að þetta líka eitt að það sannarlega þannig að ég veit ekki hvort það ástæðan fyrir að það ekki fjallað fjárlögin og þau eru svo leiðileg eða eitthvað en þetta alveg sannarlega þannig að leiðindin eru bara ógn við lýðræðið að það þarf að finna leiðir til þess að fólk vilji fylgjast með þessu og vilji kynna sér þetta vegna þess að það bara svo margt annað sem hægt að gera við tíman. Þannig að fjölmiðlar eru alltaf bara í samkeppni við þetta er bara samkeppni tíma fólks í hvað ver fólk tíma sínum og þetta viljum við að fólk fylgist með því sem gerast í heiminum og sé upplýst og geti tekið þátt í einhver svona samtali en svo langar með þess að nefna því að vísa í fjármálaráðherra og einhver skrítin ummæli frá honum að mér finnst þetta kannski svona ef maður víkkar þetta eins út, það kannski eitthvað svona dæmi að stjórnmálamenn þurfa oft að gera meira því að hlusta og jafnvel minna því að tala. Það væri óskandi oft og það búið að tala til dæmis, mér langar bara að nefna þetta dæmi menntamál og þú veist, þið viti allt þetta drengir í skólakerfinu, drengir get ekki lesið sitt í gags og allt þetta og svo svona einhvern veginn klifa svolítið á þessu og við höfum heyrt þetta og þetta og það var að tala börn lesi ekki nóg og svona og allir með alls konar pælingar og það alls konar úrræði svo kemur grein daginn frá eða bara færsla á Facebook frá Dröfn Vilhjálmsdóttir sem mjög þekkt í skólasamfélaginu og hún
er svona alveg framúrskarandi umsjónarmaður bókasafns og hún bara taldi þetta saman og sagði, heyrðu, við erum bara ekki að gefa nóg mikið bókum fyrir börn, þau vilja alveg lesa en þú veist, þau bara klára allt sem kemur út á árinu og þá er ég ekki með neitt meira vegna þess að það bara gefnar út svo fáar bækur fyrir börn og þú veist, og þú nennir ekki, ég meina við myndum ekki sagt okkur við þetta, fullorðna fólki, ef við viljum lesa, það væri bara svona lítið gefa út, það bara, heyrðu, það er bara hérna veist ég ekki hvað, ég man ekki eins og töluna sko, þetta er, þú veist, ég sá þetta var ógeðslega góð þetta eru rosalega lítið bókum sem maður gefa út og maður svo, vá, heyrðu, þarna er bara eitthvað manneskja sem er á gólfinu, ef við notum það hugtak, hún veit hvað hún er að tala hún er í kringum börnin, þú veist, þarna er komin eitthvað lausn og ég held að sé í mörgum málaflokkum, það eru alls sko, af því hún nefndi bara, heyrðu, í Noregi þá er þetta bara þannig, þú gefur barnabók og hún er, sem sagt, ríki kaupir eitthvað x eintök, kaupir 1500 eintök eða 1000 eintök, ég man ekki og kaupir í raun og hérna á öll bókasöfn og þar með ertu komið með svona þá getur gefið út bók, þú ert ekki að fara kannski að hérna mala gull á því en þú getur gefið út barnabók án þess að það sé eitthvað hérna án þess að vera missa húsið þitt. Já, einmitt, án þess að missa húsið þitt hérna að þú veist að þá er einhvern veginn komin allt inn einhver svona vingilin umræðan heyrðu, ok, þannig bara hægt að hérna við getum bara kannski gert þetta kannski prófa það, kannski er þetta bara góð lausn og ég held að það er þú veist það er fullt af svona fólki út allt með alls konar lausnir en hérna og við þurfum bara svolítið að hlusta meira. Ég get ekki tekið meira undir nauðsyn þess að við séum að hlusta á fólki á gólfinu. Ég held að það hafi verið allt og lítið gert af því í gegnum árin og ég verða að fá að koma því að það er náttúrulega hluti af því sem við höfum gert í Samfylkingunni í tengslum við útspil okkar atvinnumál. Fórum við á sko meira en 100 vinnustafi töluðum og það var ekki bara einhver hérna fyrirtæki heldur líka inn í almannaþjónustuna og það er það sem hérna við erum auðvitað núna líka á hringferðistengslu við húsnæðis- og kjaramál en í tengslum við samt sko bara menntamál og það er auðvitað bara á auðvitað í fullkomnum heim skilið hérna að heilt misseri af bara pjúra fókus af hálfu pólitíkurinnar held ég en það er auðvitað margt annað sem þarf að gera en ég vil bara samt nefna það og ég vil segja vegna þess að ég held að vera sanngjarn að ég hef fundið fyrirvilja frá Framsóknarflokknum sérstaklega til þess að efla bókaútgáfu og styrkja hérna stöðu íslenskra rithöfunda sem sérstaklega þeirra sem hérna skrifa fyrir börn en fjármagn fylgir ekki loforðum og það, þú veist, auðvitað bara margar ástæður fyrir því en þá þurfum við líka svolítið að forgangsraða íslenskunni og það er þá efni annars samtal. Það er komið fram hérna við höfum svolítið rætt við innflytjendur og líka fólk sem er að kenna innflytjendum íslensku og þá kemur það fram sko að bara það vantar námsgögnin sko og það bara vantar hérna kursana. Það vantar ekkert viljan í innflytjendum að læra íslensku og það að þú nefndir OECD sem að bendi á að það væri bara 18% innflytjendur á Íslandi sem að tala íslensku. Það væri 50% meðaltalið í OECD að hvort að innflytjendur tali sko málviðkomandi lands. Þannig að við erum bara svo aftarlega að það er eiginlega ekki sko hlægilegt og svo er að fara að skoða af hverju er það. Það er bara að þetta er ekki í boði. Við séum bara þú átt bara að læra íslensku sjálfur eða eitthvað en ég meina hvað er ég að gera það? Það er bara að gera það. Lýðveldið Ísland er ófjármagnað og hún vantar meiri peninga til að gera það sem þarf að gera. Það sem er ólíkt á Íslandi með sambandi við ríkisfjármál og í Skandinavíu, við erum kannski með svipað kröfur velferðarkerfi okkar en við innheimtum bara ekki sömu skatta af allra ríkasta fólkinu, af allra ríkustu fjármagnseigendunum og allra stærstu eigendum, allra stærstu fyrirtækina. Það við gefum þeim afslátt. Það ætti að vera fremst í fjárlögunum, þá ætti að vera svona 150 milljarðar skattaafsláttur til hinna ríku. Þetta er bara færið til bókar sko. Það sem stendur okkur fyrir þrifum líka, að þess að ég ætlum kannski að fara eitthvað djúpt onni þessa sálma, en það sem stendur okkur helst líka fyrir þrifum er það að það er ákveðin togstreita, eins og við komin áðan, milli ríkis og sveitarfélaga það hver eigi að bera kostnaðinn og hver eigi að standa fyrir fjárfestingum í kerfunum okkar
Og það náttúrulega líka bara mjög lítið af fjárfestingum í kerfunum okkar. Sveitarfélögin hafa bara enga tekjustofna til þess að þeir standi ekki einu sinni við þeir sem eru með í gangi núna sko. Ríki getur sko hækkað gefið eftir tekjustofna sína, ekki bara með því að hafa lægri fjármagnstekjuskatt eða lægri tekjuskatt fyrirtækja eða lægri beina skatta á fjármagn og fyrirtæki, heldur líka með því að gefa alls konar afslætti. Fyrirtæki geta farið inn og skilgreint einhvern kostnað sem þróunarkostnað og fengið afslátt frá tekjuskatti. Ég held að það sé orðið 16-17 milljarðar ári sem eru sóttir með þessum hætti og íslenska skattkerfi út úr gatað vegna þess að þeir sem eru sko ríkir og öflugir og valdamiklir hafa getað bara mótað eftir sínu höfði og þetta er munurinn á Íslandi og á löndunum sem við viljum bera okkur saman við sem eru í Skandinavíu. Það er bara við stæðstu styrk þegar á Íslandi eru ekki aldraðir eða öryrkjar heldur hinni ríku í samanburði við hvernig það er í öðrum löndum. Við tölum mikið fyrir því að við þurfum að loka í samfélkingunni. Það þarf að gera verulegar úrbætur á til dæmis skattum hver einhver hlutafélaga, að loka EOF-gatinu. Við erum með miklu hærra hlutfall þeirra sem fá tekjur sínar í gegnum einstök félög heldur en annars staðar á Norðurlöndunum. Já, já. Og ég meina það er ekkit eðlilegt við það. Það á ekkit að vera endalaust hægt að telja fram sjút og tekjur gegnum þær. Hins vegar þá bara leggja áherslu á það að við þurfum að eiga mjög opið samtal það hvaða stöðu íslenskt mál og þetta er náttúrulega bara frekar háfleygt hérna sko. Hvaða stöðu á íslenskt mál að eiga innan kerfana okkar og sérstaklega skólakerfisins til framtíðar vegna þess að hann er aðgangur með að íslensku samfélagi að öllum helstu kimum þess og ef við vanrækjum einstaka hópa, hvort sem það er bara hreingerningarfólk á hótelum eða börn á leikskóla eða eldri borgarar að velundarbergi brotnir, ef við vanrækjum þessa hópa skilum þau, þá verða hérna til jaðarsamfélag sem er erfitt að breyta þegar það er orðið til. Við höfum aðeins talað sko aðeins minnst á bókasöfn í svona eiginlegri merkingu bókasöfna og svo bara, veist, úr hvaða bókasöfni hugmyndafræði komin og svo framvegis. En þegar ég var að alast upp í Vestmannaeyjum þá var svona eitt af skjólunum sem ég átti var bókasöfnið. Alveg frá bara sko 8-9 ára aldri. Og ég aðgangað þarna veröld sem að í raun og veru bara lagði grunninn að því sem að ég seinna varð. Það er að segja að ég las svo mikið sem barn að ég var bara að góðum textamanni þegar ég var bara kominn svona í kringum 20. Og þetta aðgengi að lesefni tengist síðan líka bara stöðunni á fjölmiðlunum. Ég var að lesa grein í Guardian einhvern tímann í vetur sem að fjallaði það að svona þessi aldamótakynslóð millennials er búin að fatta bókasöfnin í Bretlandi og ég finn þetta líka bara á krökkunum mínum út af því að ég á haugabörnum á þessum aldri að þau hanga á bókasöfnum í námi en eru líka að taka sér bækur til þess að lesa til skemmtunar og gamans og þetta er gríðarlega verðmætt, þetta er svona eitt af þessum björtu hlutum í okkar samfélagi að hlúa að og ég held að þurfi að bara gera meira í því að opna fyrir sem flesta út af því að þetta gerir okkur líka að kröfuhörðum neytendum þegar kemur að fjölmiðlun og ég hef svona meira af prinsip ástæðu með félögum mínum haldið út í útgáfu á útivistartímariti 2 ára ári síðan 2017 og í raun og veru mjög svona fljótandi útgáfa að því leytinu til að það er ekki prenta fyrir að það komin peningur fyrir prentun og dreifingu og þetta er bara prinsip ástæðum og mér finnst bara þessi tilfinning að halda á einhverju afurð, þekkjum þetta öll sem við fengist við blaðamennsku, halda á einhverju afurð og fletta einhverju blaði og þetta hefur svona, þessi áhugi minn hefur orðið þess að ég fylgist með hvað er að gerast á þessu sviði því að það er orðið þetta umhverfið í fjölmiðlunum orðin þannig að flestir vilja lesa ókeypis efni hafa aðgang að einhverju sem kostar ekki neitt
og núna erum við öll komin á þann stað að það efni sem aðgengilegt á vefnum og kostar ekki neitt svona 95% bara eitthvað drasl og veist ekki með neitt í raun og veru sem lögð inn en vinna og bara byggt á mjög grunnum upplýsingum og það sem til dæmis að gerast í útgáfu á útvarpstímaritum, ég veit að þið eru örugglega ekki að fylgjast með þessu, að þau eru svolítið að færast út í það að verða svona aðeins, koma sjaldnar út og vera meira svona coffee book, coffee table útgáfa. Þannig að meira svona nær því að vera bók heldur en að vera tímarit. Og mér finnst þetta mjög áhugavert. Þegar ég trúi því að tími dagblaðana og tími hinna prentuðu útgáfu muni rísa upp aftur á nákvæmlega sama hátt og vínillinn reis upp úr öskustofni. Að þú vilt eiga afurð sem vel hugsuð, vel skrifuð og þú getur gripið til og skoðað og haldið á. Ég verð að grípa þetta vegna þess að sko, ég held að bókasöfnin, þau eru að koma aftur, sundlaugar eru sko, þéttsetnar af ungu fólki á kvöldin í dag sem þráar ekkert nema mannlega samveru, skjálausa og þetta, sko, þegar ég tala unga krakka þá þetta athvarf. Þú veist, þau hafa ekki val annað en að vera bara í mannlegum samskiptum og það svo mikilvægt. Það svona, myndi ég styðja það að við legðum alveg sérstaklega áherslu á opna tíma bókasafn og sundlaugana í almannaþjónustunni, talandi verkefni sveitarfélaganna. Ég meina, það var hringt oft í bókasafn Kópavogs klukkan 6 og mér var sagt að koma heim í mat. Ég fór bara þangað sem krakki. Ég á mér algjört athvarf í bókasafnum, hvar sem þau eru. Og ég að reyna, og þessi betur fer hefur það erfst hjá mínum krakkum ef ég kem heim þá, og bara núna eru börnin mínu örugglega bara að lesa, þú veist, andlitsblöð, þau eru yfir allt eldhúsborðið. Og ég held ég verði að fara að kaupa mokkan, sko, vegna þess að ég vil bara að barnið mitt geti tekið dagblað og fletti, byrjaði þarna aftast á myndasögunum og haldið síðan áfram inn, þó að það sé nú eins problematísku miðill og það en það samt bara með þetta að fletta, sko. Það kemur ekkert í staðinn fyrir það. Smári, þú varst þaulsetinn á bókasafnum? Já, ég var þegar Róbert þar talaði og hugsaði ég Sólheima bókasafnum. Svo man ég fluttum upp í Breiðholt og þá var næsta, þá fór ég í bústaðasafnið. Það nú eiginlega að fara að fletta upp eitthvað, það hefði ekki verið bókasafnum. Já, var ég flóginn að heimann, ég man ekki þessu. Þá var maður bara... Það var í kjallaranum í kirkjunni. Og ég hugsaði, við vorum í Breiðholti, þannig að líklega var ekkert bókasafn þar, þannig að ég veit ekki okkur ég fór alltaf í bústaðasafnið. Ekki Gerðuberg. Það var ekki bara komið það. Ég svo gaman, sko. En ég hugsaði líka að svona þakklæti sem maður hefur til það sem að maður mótaðist náttúrulega með aðgengi að svona hlutum sem var náttúrulega ókeypis. En ég hugsa oft sko Ríkisútvarpið með sama hætti sem að færði mér alls konar sko tónlist og upplýsingar og ég hef sagt að ég held ég að verið búin að sjá BBC uppfærslur á öllum Shakespeare-leikritum þegar ég var 10 ára, sko. Og þannig að þú veist, á sömuleyti þetta bara í kerfinu hjá manni og ég held að verðin bara allt öðruvísi núna en hún var og þetta ekki þannig að þú veist að maður hlustaði á Rás 1 sem heitir í dag af því að það var ekki þannig boði en maður náði svona ákveðnu svona einhverju þar út. Ég veit ekki hvað fátækur drengur af fátækur heimili í dag, hvort hann hafi sama aðgengi að raunverulega. Ég vil bara segja bara heimsmenningun og svona sem að maður hafði á þessu tíma, sko, en auðvitað þetta ennþá, en kannski eru drengirnir ekki þar, en þá verður við sem samfélag að hugsa að hvernig ætlum við að ná honum hann að Smára 10 ára svo að rætist eitthvað úr drengnum, sko. Já, spáðu skjólinu sem þetta og hvað þetta skjól, sko, þetta bæði, þetta kyrrð og þetta menning og þetta upplýsing og þetta að bæta þig. Þannig að úr öllum þessum hraða, úr allir óreiðunni og úr kvíða og öryggisleysi skjól og við sundið svona eitt af þessu sem við eigum sem gríðarleg verðmæti í okkar samfélagi en síðan náttúran og það sem við höfum sem svona og ég stundum talaði þetta út af því að sem betur verið með tekist að með mín 5 börn að þau upplifa náttúruna og hreyfinguna og göngur og fjöll sem skjól sem einhverja leið til þess að komast út úr argatrassinu og stressinu og einhverjum prófakvíða, einhverju slíku
að fara á klifra eða ganga eða hreyfa sig eitthvað slíkt og ég sem svona sem stjórnandi og rekstramaður á útivistarfyrirtæki sem að býður upp á þessa vöru þá finn ég og skynja þetta á kannski meira kynslóðinni sem að er komin með meira rými í sitt líf þar sem að krakkarnir eru aðeins hærri. Eyrún var nú í landvættaþjálfun hjá mér til dæmis og hefur svona, að skjólið sem að fólk nær í að komast út á bara einhvern stíg að hlaupa eða ganga. Þú þekkir þetta nú. Margar fjörinn og sopið í. Þetta minnast á eitt sem að ég hafði aðgengjað sem að ég held að sé, og ég veit að því ég hef búin að vera að tala hérna við bæði fólk úr tónlistarskólum og grunnskólum að ég var í Vogaskóla og þá var hérna, það var kallað Gvendur Skalli yfir kennarinn, hann bara hétta, ég get svarað, ég get ekki munað hvað hann heitir. Við fórum út á sal allavega svona einu sinni í viku og það sungu allir saman. Þetta er ekki til í grunnskólanum lengur, það er bara hérna, tónlistarkennsla í grunnskólanum, hún er bara fjarað út, líklega því að það er ekki hægt að reikna að hún borgi sig eða eitthvað. Þannig að það er margt sem við erum að missa út úr samfélaginu. Þegar ég var talandi hérna, það var tannlæknastofa í grunnskólanum í Vogaskóla. Sem að hérna bara, að því það var bara vandamál, þetta er bara þekkt í allri svona þjóðarsögu að það kemur svona tímabil þar sem að tannskemmdi barna eru vandamál. Það var sett tannlæknastofa inn í hérna grunnskólana. Erum við ekki með eitthvað svona stöðu gagnvart börnum sem við ættum að gera í dag með því bara setja það inn í grunnskólana? Má ég bara segja þetta við erum að tala, við erum að byrja núna hér á endanum sem að við eigum alltaf að byrja á þegar við tölum leiðilega hluti eins og allokeringu fjármuna í gegnum fjárlög. Við erum að tala þetta. Við erum að tala skjólinn í samfélaginu, við erum að tala leiðirnar sem að unga fólkið okkar hefur til þess að menntast og þroskast. Við erum að tala það hvernig við erum að hlúa að einstaklingum til þess að vaxa og dafna. Það er það sem við erum að tala þegar við erum að tala fjárlög og tekjustofna sveitarfélaga og alls konar hluti sem eru kannski pínulítið leiðilegir á yfirborðinu og við verðum að passa okkur á því að þetta þýðir allt eitthvað. Þetta þýðir allt eitthvað fyrir fólk, þetta þýðir allt eitthvað fyrir litla smára. Þetta er bara leið okkar til þess að búa til skjól og samfélag og samtengingu. Það er reglan í þættinum að það er eitthvað að segja litli smári að þá slítur Siggi í þættinum að því að það er að bíða konum fram með að bíða fólk sem ætlar að koma að tala húsnæðismál. Ég veit það. Þannig þá tökum við bara smá pásu hér, þökkum ykkur kærlega fyrir komuna á áhugavert spjall fréttir vikunar samfélag okkar. En við ætlum að tala kannski sem margir telja að vera eiginlega svona stærsta aðkallandi vandamál sem að samfélag þarf að grípa til. Það er húsnæðiskreppan sem hefur logað síðan 2011 og fátt aðgerðir. Kemur hópur til að ræða það mál hér eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ég gerir þetta ekki. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Já, ágætu áhörundur og áhörendur. Við ætlum að halda áfram. Fyrstu umræðið lokið og nú komið í hérna næsta lið í þessu. Við ætlum að ræða húsnæðismál, það sem mikið að ræða og frétta jafnvel vonandi. Og til að ræða þetta eru Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, Marja Pétursdóttir sem formaður húsnæðishóps ÖBÍ og svo formaður Leyendasamtakanna Guðmundur Hrafn Arngrímsson. Eiginlega sama hvar við byrjum ekki eitthvað, finnum við ekki eitthvað til að ræða hvað sem ef að ræða kannski leiguverðin að hækka? Já, það eiginlega sama hvar dreipið niður í húsnæðismálum, þetta allt í ólestri og þetta búið að vera í samfelldri svona niðursveiflu bara í næstu 15 ár og það ekkert láta á, það leiguverðir að hækka sem aldrei fyrr. Meira segja að HMS farin að viðurkenna það að húsaleiga að hækka langt umfram allar aðrar hagstærðir. Sjáum það bara nýjustu í mánaðarskýrslu við HMS að hækkanir á leigumarkaði sem að gangi yfir leigumarkaði núna eru þar mestu frá 2017 og höfum við núna undanfarin 3 ár verið að benda það að leiguverðir að hækka umfram allar aðrar hagstærðir og það þannig svolítið mikið til ef að húsaleiga hækkar núna meira heldur en undanfarin 7 ár og hefur okkur þótt nóg hvernig þetta verið undanfarin bara 3-4 ár það sem hefur gengið hérna yfir. Það auðveldast að skilja tölur. Hvað tryggja herbergi íbúðir? Já, bara 3 herbergi íbúðir hérna á höfuðborgarsvæðinu bara flest allar komna vel við 300.000 á mánuði. Og þessar tölur enda sem HMS að benda á að meðalleiguverð hérna á höfuðborgarsvæðinu sé 240.000 tæplega. Það náttúrulega fyrir allar stærðir af íbúðum, en þannig náttúrulega bara lítið hluti af þeim íbúðum sem eru á leigumarkaði. Við höfum verið að skrá niður auglýsingar, þar sem við sjáum bara raunverð á hvað verið að leigja íbúður á og það bara að fara inn á MyUglu sem að segist nú verið með 85% af leigumarkaðinum á höfuðborgarsvæðinu, að þar sér maður að það ekki nokkur einasta íbúð undir 80-90 fermetrum, 3 herbergi íbúð, undir 300 og það farin að slaga upp í 400.000 og við erum farin að sjá leiguverð á bara hefðbundnum fjölskyldu íbúðum hérna í Háaleitinu á 500.000. Hver leigutæki? Hvað vinnur hann til að geta borga þetta? Já, það væntanlega bara fólk sem að vinna 2-3 vinnur sem hefur efni á þessu eða fjölskyldu slá sig saman. Þannig að það verið að breyta þjóðfélagsgerðinni með þessu. Það verið að þvinga fram og bara ég veit ekki hvort það séu afturkræfar, en mjög alvarlega breytingar á bara samfélagsgerðinni og hvernig fólk býr og haga sínum heimilshögum. Svo fólk náttúrulega bara safna skuldum líka. Við erum kannski farin að sjá núna, eins og umboðsmaður skuldara var að gefa það út hérna nýlega að mér nú eru þeir farnir að sjá aldrei að fleiri í húsnæðis eigendur hafa leitað til þeirra. Þannig að leigjendurnir eru núna búnir að vera náttúrulega örugglega að leita til þeirra í stórum stíl. Já, það var þannig, hún nefndi það í þessu viðtali með hann daginn að hinga til og undanfarin ár hafa þetta verið einhverjum leigjendur sem hafa leitað til umboðsmanns skuldara og núna ferð að bera á því að húsnæðiseigendur sé fara að koma að inn líka. Og undan greiðslubyrðinni. Já, en sjáðu bara, þarna eru leigjendur sem aldrei eignast neitt og eru á sífellt að kljást við markaðsaðstæður á húsnæðismarkaði meðan að þeir sem eru að kaupa gera það kannski einu sinni, tvisvar, kannski 3 á ævinni þegar sem þeir kljást við markaðsaðstæður á húsnæðismarkaði þegar þeir kaupa húsnæði. En leigjendur þurfa að gera þetta í hverjum einasta mánuði, allt lífið, án þess að eignast nokkuð hlut. Og þetta fólki sem að leita til umboðsmanns skuldara, þetta fólki sem í verstri fjárhagslegri stöðu og þetta fólki líka sem að stjórnvöld skauta algjörlega framhjá í öllu sínum aðgerðum. Það bugast fólk bara. Að sjálfsögðu, það bugast mjög mikið og ég hef orðið var við það í mínu starfi að fólk bara algjörlega bugað og það eru margir bara komnir á vergang og skaðinni skeður bara hjá mörgum fjölskyldum. Við vorum hérna held ég fyrir hálfu mánuði, þá voru hérna formaður læknafélagsins og verkfræðingafélagsins og þau sögðu báðar að það eru sífellt fleiri spurningar frá þeirra félagsfólki störf í útlöndum sem vilja bara fara í það, en einmitt þó þetta sé fólk sem komið með háskólamenntun að þá vilja bara samt fara til að búa að þau kannski lærðu að hluta til í erlendis og vita á hvernig hver munurinn en svo það kannski
leigjendurnir, þessir sem sko mesta baslinu, þeir kannski hafi ekki hennar möguleika, þeir hafi ekki efna á að fara, eða hvað? Ég efast að leigjendur geta lagt fyrir þessa fjárhæð sem þarf til þess að flytja sig á milli landa. Það kostar nú bara kannski 1,5 milljón bara að flytja sig á milli landa. Og fólk sem að nurla saman öðrum til þess að komast út í búð síðustu 15 daga í hverju mánuði, hafa nú alltaf tækið bara því að... Það er bara fast. Já, það er bara fast hérna. Ragnar Þór, þínir félagsmenn, eru mikið að vandræðum þar? Þú nú þekktu fyrir að blanda að tala mikið í húsnæðismálum, þannig að það hlýtur að vera. Já, við erum auðvitað með yfir 40.000 félagsmenn í VFR og ég er líka í forsvari fyrir Landssamband Verslunarmanna, þannig að þetta eru 45.000 félagar allt í allt og fjölmargir á leigumarkaði, kannski stærsti hópurinn í séreign, mikið ungu fólki sem er auðvitað líka í félaginu sem að, sér enga framtíð í því að reyna að komast inn á húsnæðismarkað. Eins og þau voru að koma inn á áðan að ég finn það í kringum mig að það eru sífellt fleiri og fleiri farnir að líta í kringu sig og horfa þá til annarra landa og í þessu umhverfi þar sem að við erum að fara í sjálfu sér aftur á bak í staðin fyrir að takast á við vandan og erum búin að gera það kerfisbundið síðustu 10-15 árin eins og Guðmundur nefnir að þrátt fyrir að vandinn hafi verið algjörlega fyrirsjáanlegur og þá hefur ekkert verið gert til þess að takast á við hann, það er að segja auka framboð á húsnæði, fara í einhver svona byggingar átak í líkingu við Breiðholti eða 1 milljón íbúðaverkefni í Svíþjóð á sínum tíma. Það er búið að liggja fyrir hvað þurfum að gera. Við höfum þekkinguna, það er til fjármagn, það er til byggingaland, en það er ekki til byggingarhæfa lóðir vegna þess að það hafa bara ekki verið gerðar byggingarhæfar síðustu ár. Svo erum við með þennan pólitíska ómöguleika, það er að segja að við erum auðvitað með ríkisstjórn sem er algjörlega rúin trausti og síðan þetta landslag stjórnmálaflokka sem að muni að öllu líkindum taka við stjórnartímanum en það eru líka flokkar sem bera líka gríðarlega mikla ábyrgð á ástandinu. Þetta hefur Reykjavíkurborg gert ýmislegt til að hjálpa okkur að byggja upp til dæmis Bjarg en það er hvergi nærri nóg. Þarna eru stærstu tækifærin í mikla uppbyggingu og það virðist vera þannig eins og til dæmis Reykjavíkurborg þar eru Píratar og Viðreisn og Samfylkingin, flokkar sem að munu líklega mynda næstu ríkisstjórn. Þar virðist bara ekki vera skilningur á vandanum. Það virðist bara ekki vera, fólk virðist ekki vera bara jarðtengt við það sem að gerast í okkur umhverfi. Síðan auðvitað erum við með þessar stökkbreyttu skuldir út af þessum fastvaxtalánu sem voru að detta út og fólk að færa sig yfir í þetta verðtryggða umhverfi sem auðvitað bara algjörlega galið að við skulum búa við hérna. Húsnæðisvextir og yfir 11%, yfirdráttarvextir eru hærri heldur en dráttarvextir. Við erum að tala vaxtastig, verð á nauðsynjum, þetta pólitíska umhverfi. Ég skil það bara mjög vel að fólk skuli vera að líti í kringu sig, ekki bara fólk sem komið í vandræði. Ég þekki töluvert mikið af fólki sem hefur, ekki í vandræðum, það nær að halda sjó, en bara orðið svo óbúslega þreytt á þessu ástandi. Pólitíska ástandi, þessu sinnuleysi, þessu stanslausa, endalausa degri við sérhagsmunaöflin, hugsið ykkur, þegar við ættum að vera að einbeita okkur að þessum grundvallar vanda, að þá verið að liðka fyrir sérhagsmunaöflum eða fyrirtæki fyrir norðan til þess að geta keypt upp afurðastöðvar, og það er gert í gegnum löggjafann og þetta allt svo forgangsverkefnið þá á að klára að selja Íslandsbanka en þá ekkert að gera til þess að takast á vandan og með hverjum deginu sem líður
og þú spurðir, hver hefur efna á að leigja íbúð á 500.000 í Háaleitinu eða bara venjulega blokkaríbúð. Þetta ekki spurning hvort fólk hafa efni, það bara hreinlega verður að gera. Og þá bara, það þarf bara að fara og betla mat eða fá sér aðra vinnu vegna þess að það getur ekki endað á götunni. Og örvæntingin svo svakaleg að því að ég hef auðvitað verið að gefa þessum málaflokki gaum og við hefum unnið auðvitað mjög vel með leigjendasamtökunum. Þá leitar fólk meira til okkar auðvitað, þannig að maður fær þetta svolítið í æð og mín upplifun bara eftir endalausa og fleiri fundi með bæði fulltrúar ríkisstjórnarinnar og sveitarfélaga að fólk bara í einhverjum öðrum heimi. Nær þessu ekki? Nei, það bara... Það bara líka svona ákveðin þrákelkni í þessu samfélagi, bæði sveitarfélaga og ríkisins. Það að styðja við til dæmis þessi þéttingarstefnu. Þessi þéttingarstefna sem Reykjavíkurborg hefur rekið kannski einhver mesti skaðvaldur sem hefur verið hérna í húsnæðismálum undanfarin 10 ár. Hefur orðið til þess að hér ná ekki... Hvers vegna? Og hér náttúrulega svona einhver draumsýn það að það megi ekki byggja nema á þessum þéttingarreitum til þess að styðja við borgarlínu. Þannig að það búin að vera að hengja almenning í þessari borgarlínu og eins góð hún kannski í sjálfu sér, en að vera að hengja almenning í þessari línu til þess að einhvern veginn að veita henni brautagengi, það náttúrulega bara stór alvarlegt og þessi þéttingarstefna hún hefur haft alveg gríðarlega slæm áhrif á sama tíma. Það verið að byggja dýrari byggingar. Já, það verið að tala um að sveitarfélagið, það er 5-falt minni kostnaður fyrir sveitarfélagið að byggja þéttingarreitum, en hins vegar kostnaðurinn, gjaldið sem að fer á kaupandan, það er 5 sinnum hærra heldur en á nýbyggingarreitum. Þannig að það er sveitarfélagið sem að sparar, en almenningur blæðir og það við alltaf verið að tala um það að það sem verið komið útmörkum með bygginlega lands í Reykjavík. Ég vil bara benda á það að innan sveitarfélaginu og höfuðborgarsvæðinu eru 11 gólfvellir. Það eru 11 gólfvellir. Það eru 20.000 íbúar á hvert gólfvell innan höfuðborgarsvæðinu. Það er 1 gólfvellur í Kaupmannahöfn fyrir 1600.000 íbúa. Ég er alltaf verið að tala um það sé ekki byggingaland. Það er nóga byggingarlandi inn á höfuðborgarsvæðisins. Þetta er náttúrulega fáránleg uppsetning. Það er auðvitað nóga landi, eins og Guðmundur kemur inn á, varðandi þéttingarstefnuna, að þarna eru stóri reitir, eins og til dæmis Höfðabakkinn, sem var var úthlutað til uppbyggingar, var svo seldur með, ég held að hafa verið 3,6 milljarðar sem var smurt ofan á upprunalega kaupverð og það er í sjálfu sér ekkert byrjað að þróa það. Við vitum ekkert hvenar verður byggt á þessum þéttingarreitum og ég veit og ég held að borgin hafi fyrst og fremst áhyggjur af því ef það verður brotin nýtt land fyrir uppbyggingu og hagkvæmu húsnæði til dæmis að það muni hafa þá neikvæð áhrif á uppbyggingu á þéttingarreitum. En þar eru þetta verið að byggja íbúður þar sem engin almenn eftirspurn eftir. Það að segja, þetta allt og dýrar íbúður sem fólk hefur almennt ekki efni á að kaupa. Og eins og tölur sína og staðfesta eru keyptar upp meira og minna af lögaðilum. Og svo eru þetta aðrir þættir sem við höfum verið að skoða líka. Það er til dæmis skammtímalega til ferðamanna. Það er einfaldlega ekkert gert. Það er eitthvað aðeins búið að hamla nýjum leyfum eða eitthvað slíkt. En þarna eru 1000 íbúar að ræða. Alls staðar í kringum okkur, í öllum samanburði og samanburðarlöndum hafa verið settar hömlur þar sem ástandið er viðlíka slæmt eða ekki einu svona jafn slæmt og er hér. Og þetta er bara svo mann er fellt hendur þú veist bara búin að vera í þetta lengi og tala fyrir svona daufum eyrum fyrir framann fólk sem að virðist ekki hafa nokkurn einasta skilning á alvarleika málsins, virðist ekki geta sett sig í spór þeirra sem að eru í þessari skelfilegu stöðu eða bara hreinlega átta sig á því að meðan við erum í þessari kyrstöðu með málin að þá auðvitað á staðan bara eftir að versna og við eftir að missa fólk úr landi. Þú veist, það er ótilokað að við fáum fólk aftur heim sem hefur farið út og mennta sig til þess að mögulega skila hér einhverjum verðmætum inn í okkar samfélag. Staðan er bara, hún er bara svo súrrealísk
Maður með nokkað að spyrja því. Það sko, vandinn ykkar getur kannski verið meiri því að hann er meiri. Að sko öryrkjum hendar ekki að geta ekki búið hvað sem er. Nei, það er ekki. Þannig að sko frambúðið hlýtur að vera enn minna. Já, það er náttúrulega, já og nei kannski þannig lagað, en sko það er náttúrulega þannig að það eru fleiri úr okkar hópi á leigumarkaði til dæmis. Já. Það er alveg 10% fleiri allavega. Þannig að það eru mikið færri sem eiga sitt eigið húsnæði. Það eru fleiri sem kjósa að vera í leiguhúsnæði líka, af því bara þeir ráða ekki við viðhald. Þannig að það er alls konar ástæða fyrir því að við erum fleiri á leigumarkaði heldur en á eignamarkaði. Við erum líka, svo erum við líka í þeirri stöðu að við erum ekki að fá hjálp við að bara breyta húsnæðin okkar ef við þurfum vegna aukinna fötlunar eða neitt slíkt sko, þannig að við endum oft í leiguhúsnæði frekar sem hendar okkur. Já, og lífverðir þegar eru það svo hópur sem hefur það allra verst. Já, og svo er það annað sko, svo er það varðandi líka bara eins og núna þessar stýrivaxtahækkanir sem eru búin að hækka stýrivaxti 23 ár síðan það byrjuði að hækka eftir að þeir lækkuðu allt niður öllu. Og síðan í maí 21 eitthvað svo leiðis og komin upp í 9,25% og búið að vera strand þar núna lengi, ár held ég. Já. Og matvælaverð hefur sko hækkað 26% held ég frá þessum tíma. Samkvæmt ASÍ. Þannig að þú veist, og ég var að rekna út til dæmis bara út frá sjálfur mér hvað sko örorkulífeyrin hefur hækkað mikið á þessum tíma, bara við tökum þennan tíma, grunn örorkulífeyrin sem er einn þáttur í lífeyrisgreiðslum, það voru held ég 26 krónur. Þannig að þú veist, þetta er náttúrulega bara bilun. Já, það er versna alltaf. Já, þetta versnar og svo þykist þeir vera að laga kerfið með þessum breytingum og það er ekkert, já, það er einhvern veginn það er ekkert búið að skoða neina þætti inn í því heldur í tengslu við húsnæðismálin. Það er ekki búið að í rauninni útfæra það neitt, en samt er Alþingi búið að samþykkja það, þannig að það er bara hryllilegir hlutir að gerast gagnvart öryrkjum. Og húsnæðisstaðan er, já, hún er bara hræðileg og borgin er ekki að gera neitt í rauninni. Þeir eru búin að vera með áætlanir í mörg ár uppbyggingu á húsnæði fyrir fatlað fólk sem er ennþá bara, sem er ekki sett fjármagn í, það er ekki fjármagnaðar, þannig að þær fær ekki í framkvæmd. Þetta er bara orðin tóm. Þetta er bara orðin tóm. Það eru, við sjáum líka bara núna, ég meina síðast í fréttunum hvað í gær var ekki fréttum uppbyggingu í Keldnalandi og það fari umhverfismat eða eitthvað svo leiðis og svo svona vonir það að þetta geti hafist eftir kannski 3 ár. Skilu, það er ekkert að gerast. Það er ekkert að gerast og ég er búin að tala við þó nokkra líka byggingaaðila sem segja bara nei, við erum bara að halda okkur höndum af því við getum ekki gert neitt með þessi stýrivaxtahækkanir. Brynja húsnæðisfélag eða leigufélag ÖBÍ í rauninni hefur verið að byggja, hafa verið ótrúlega duglegir að byggja, en eru alveg viðbúnir að fara að halda að sér höndum aftur út af þessum stýrivaxtahækkunum. En hvað margar íbúður hafa komið í einum Brynju? Í heldina, á hvaða tíma þá er það talum? Já, bara síðustu 5 árum eða eitthvað. Ég er ekki alveg með töluna fyrir fram að mig, þetta eru svo margar tölur þarna, en þeir eru með plön, veit ég, núna held ég bara einhverja 300 íbúður eða eitthvað svoleiðis á næstunni, þannig að þú veist, þeir eru... Og lóðir eða eitthvað? Já, ég held að það sé allt í hendi, sko. Og en hins vegar hafa verið líka í gangi sem að kannski snerta okkar hópa líka hjá til dæmis Reykjavíkurborg fyrir félagsbústöðum. Þeir hafa verið að hækka húsaleguna af því þeir eru að reyna að jafna verðin og eitthvað svoleiðis og það er að gerast til Brynju líka núna. Brynja er að gera það að vísu mun skynsamlegar heldur en félagsbústæðir. Félagsbústæðir gerir þetta mjög skart og var svolítið illa hugsað. Þannig að til einhver skynsum leið til þess að hækka húsalegð? Nei, þess utan. En þegar þeir eru að tala um að jafna, þeir eru kannski að selja gamlar eignir og kaupa nýjar og þá eru þessar nýju náttúrulega dýrari. Þannig að það fer að detta niður þessi gamla, ég meina það voru gamlar íbúðir eins og hjá Brynju sem voru bara leigðar á einhverju lægilegu verði, sko.
þannig að meðan við hitt og henta það þá ekki lengur það hent ekki lengur og svo eru svona alls konar auðvitað nýjir hlutir alltaf sem koma inn í það þarf að hugsa að hafa ekki alla á sama stað þessi blöndunar hugsun og allt þetta Þetta er ágættis dæmi um það hvernig sko, nýju húsaleigulögin sem voru samþykkt núna 1. september hvað þau eru meingöllu þau gefa einmitt færi á því að sé hægt að hækka húsaleigu endalaust. Það verður að tala um það að þessi inn í eitthvað skona leigubremsa eða leiguþak. Ég heyrði nú fyrirverandi dómsmálaráðherra, hann Sigríður Andersen, tala um það að þetta var eiginlegt leiguþak. Það er bara alls engin bremsa í þessu vegna þess að leigufélög til dæmis. Þau geta alltaf leikið sem með þetta að leiðrétta verð innan eignasafnsins. Þau geta keypt dýrareignir á vondulánum og þar leiðandi eru konum eitthvað magna við íbúðum sem verða og geta leigt á ákveðnu verði vegna þess að það er ein forsendan sem er í húsaleigulögunum að þú mátt leigja ef þú sýnir fram á að þurfir að leigja fyrir ákveðu verð og þú sýnir fram á það með gögnum, þú ert nýbúin að kaupa svona fjármagnskostnaðar, þá getur þú leigt á þessu og svo getur þú fara að leiðrétta innan eignarsamsins og hífta hina upp líka. Þetta, sko, þessi húsaleigulög, þau eru svo illa unnin og svo léleg, við sáum það bara daginn eftir að voru samþykkt að það átti að reyna að stöðva stanslausar hækkanir gegnum vísitölutengingu húsaleigusamninga í lögunum og það var bannað að vísitölutengja samninga sem eru til 12 mánaða styttri tíma. Þá tók Almasi bara til og býður núna bara upp á 13 mánaða samninga. Við vörðum við þessu til dæmis sko, mjög ítrekkað við umsagnaraðalæna verkalýðshreyfingarinnar og svo líka komið þessum áhyggjum á framfæri gagnvart stjórnvöldum. En þetta er auðvitað fyrst og fremst bara raunin niðurstaða að þú talar um að vera illa unnin ég er kannski ekki alveg sammála þar ég held að þetta sé kannski miklu frekar þannig að sérhagsmunir þeir fengu algjörlega að ráða þegar að koma því það er ekki vilja til þess að hafa þetta neitt öðru við unnum sko kröfur alþýðusambandsins í samvinnu við leigjendasamtökin hvaða okkar áherslur voru í kringum húsaleigulögin en síðan Nei, það er ekki rétt. Það var kringum kjarasamningana. Húsnæðisnefnd. Það var kringum kjarasamningana. Það var ekki kringum, það var ekkert samráð haft við okkur kringum húsaleigulögin. Það var ekki kringum kjarasamningana. En það er alveg ljóst að í þessu máli eins og svo mörgum öðrum að þá er, vægi sérhagsmuna svo miklu meira heldur en fólksins í landinu, almennings, samtaka sem fara og berjast fyrir hagsmunum almennings. Þau vega bara minna þegar kemur að því að taka tillit til óska og þrýstings frá hagsmunaaðilum að þá ekki bara þessi ríkisstjórn heldur bara flesta ríkisstjórnir þá er það bara þannig að ítök sérhagsmuna í okkar landi er bara með þeim ólíkindum og það miklir að þeirra óskum og þrýstingi er alltaf hampað langt fram yfir hag almennings í landinu. Það er bara staðreynd og það var í þessu máli sem svo mörgum öðrum að það hefði verið hægt að gera svo miklu betur en það var bara ekki gert. En er það þannig að sko leigjendur er alltaf fleiri heldur en það er íbúði sem er í boði? Já, við erum að segja það bara núna í nýjustu mánaðarskýrslu HMS. Þetta höfum við nú bara vitað lengi. Samkvæmt gögnum frá Maíglú sem er þessi stóri risi í svona leigumiðlun að þar eru að jafnaði 3 sinnum fleiri virkir leigjendur að leita þessara íbúð heldur en íbúðna sem eru í boði. 3 sinnum fleiri? Já, 3 sinnum fleiri. Það eru svona 3 virkir leigjendur að leita þessara íbúð með við frambóði og þeir eru að slást þarna íbúðir sem eru konar á milli 300 og 500.000 og þetta er náttúrulega alveg ómöguleg staða fyrir þetta fólk og þetta er að valda mjög miklum áföllum. Það eru margar rannsóknir sem sýna fram á það eru til margar rannsóknir sem sýna fram á að þetta veldur alveg ótrúlega miklum skaða í lífi fólks. Bæði fjárhagslegum og félagslegum og andlegum skaða. Það voru sænsk rannsókn sem var framkvæmt hérna eftir hrunið og tók til mörg þúsund manns á 4 ára tímabili og þar kom bara í ljós að þeir sem að búa við yfirvofandi húsnæðismissi eða mikið óöryggi á húsnæðismarkaði þeim bara fjórfalt líklegri til að fremja sjálfsvíg til dæmis. Ef þetta hringir ekki viðvörunarbjöllum þá veit ég ekki hvað. Ég veit ekki hvaða hangs þetta er
eða bara sko ílska. Mér liggur við að segja þetta sé ílska og þetta fyrir mér sem hef búin að vera í þessu núna í 3 ár að þetta lítur út eins og samsæri. Þetta eru samantekið ráð og það er einhver stefna þarna undir. Þetta gerist ekki bara í einhverju tómarúmi. Þetta gerist ekki óvart. Það er fullt af fólki að vinna við þetta. Pólitíska stefna sem við búum við núna og búin að búa við lengi. Þannig að það er bara eins og Ragnar er að tala um. Það eru sérhagsmunaöfl sem að ráða í þessum byggingabransa og bara þessum húsnæðisbransa yfir höfuð. Og lögunum. Já. Ef við tökum til dæmis, þú veist að tala um varandi fjölda leigjenda, ég hef nú komið inn á þetta oft áður bæði hér á Samstöðinu og víðar, að við hjá Bjargi, ég er formaður Bjargs sem er í eigu BSRB og ASI og erum að byggja fyrir tekjulega og meðalans eru félagsbústaðar inn í þessu líka. Fá hlutfall af íbúðum sem við byggjum. Við höfum verið með þetta 200-300 íbúður í framleiðslu á hverjum tíma síðustu ár og búin að byggja yfir 1000 íbúður. Verkefnið gengið mjög vel en núna eru það í kringum 60 íbúðuna sem við erum með framleiðslu og byggingu og einast þegar ríkisstjórnin gerir er að auka framlög inn í stofnstyrki eða inn í almenna íbúðakerfið og við þurfum ekki fjármagn, við þurfum einfallega lóðir. Biðlistin hjá okkur var fyrir 1,5 áru síðan 650 kennitölur, þær eru 4000 í dag. Þannig að þetta eru tölurnar á bakvið fólki sem er að leita skjóls. Keldnaholti til dæmis sem er komið núna í kynningu. Ég var reyndar eftir að skoða þetta en ég er ekki búin að fara yfir þetta en ef þetta er með svipuðum hætti og hugmyndin var þegar þetta var í vinnslu, það er að segja 0,3 bílastæði og íbúð og síðan auðvitað átti að selja lóðirnar til þess að fjármagna borgarlínu, það var markmið. Þetta er landið sem okkur var lofað í uppbyggingu undir hagkvæmar íbúðir árið 2019 í kjarasamningum. Það var svikið og þetta var rauninni bara selt inn sem framlag ríkisins inn í betri samgöngur að þá mun líða ennþá lengri tími. Það er enginn að fara aldrei 3 ár sko. Nei. Það er enginn að fara að byggja. En það talaðu alveg það að þetta haldist algjörlega hendur borgarlínuna? Ef byggingaraðili eða verktaki ætlar að kaupa byggingarlóð og það er ekki bílastæði að þá held ég að það verði fáir sem hafa áhuga á að fara þarna í einhverju uppbyggingu. En ég áttur með þeim fyrirværi, ég áttur að skoða þetta betur. En við höfum bent á, til dæmis, Blikastaðalandið er nánast óbyggt. Það er reyndar í eigu Arion banka og við veitum hvernig bankarnir hefða sér. En síðan erum við með byggingaland hérna upp í Júlursárdal sem ætlar að byggja nokkur 1000 íbúður, örugglega í kringum 6-8.000 íbúður. Þar eru mestu möguleikarnir fyrir okkur að fara í og flýta uppbyggingu. Við erum búin að vera að beita okkur fyrir því að borgin gefi þetta eftir og við fáum að hefja þarna uppbyggingu í nokkur ár. Við höfum verið að setja á þetta aukinn þrýsting en við förum á fundi og það er allir mjög jákvæðir og síðan heyrum maður af forystu fólki í borgin tala á öðrum fundum þar sem að það er rauninni bara að tala þannig eins og sé ekki vandi hérna. Og þetta sé bara eitthvað sem að leysast að sjálfur sér og markaður mun Þrýstingurinn á einmitt þessi þörf fyrir uppbyggingu, hún náttúrulega veldur því að þessir braskarar sem eru í svo miklu uppaldi hjá borgaryfirvöldum að þeir munu alltaf græða á þessum byggingaréttum sem þeir sitja á árum saman. Við sjáum bara dæmi með þorpið, Rúnar Ágústsson þegar hann er að kaupir byggingarétt upp í Ártúnsbrekku og selur hann nokkrum árum setna, eða 2 árum setna og kassar hann inn einhverjum 2 milljörðum og þetta er 3. eða 4. skipti sem að sami byggingarétturinn er seldur. Hann gæti þetta ekkit ef að væri verið að byggja íbúðir hérna annars staðar í borginni og það var ekki svo mikið þörf fyrir þetta. Það væri bara til dæmis hvað eins og í mörgum löndum og
það er séð það sem að fara útluta verður að byggja, það þarf að skila lóðinni eða kvöð á það, þú veist, hvenar þarf að hefja eða hefja framkvæmdir og bara reyni hvaðir. Þessi húsnæðisstefna er bara fyrir braskara. Já, hún er bara fyrir braskara, en ég er líka svolítið forvitin, Ragnar, því að þú ert yfir Bjargi, var ég að fá spyrja þig líka, af hverju eru félagsbústaðir innviklaðir inn í Bjarg? Eru þið þá ekki að fría borgina frá því að vera að byggja sitt? Þetta eru rauninni bara, það er hvaðir sem eru á til dæmis lóðum hjá okkur að það þarf ákveðin fjöldi íbúða að fara til félagsbústað. Félagsbústaðir taka síðan bara sjálfstæða ákvörðun það hvort þeir kaupi, það er íbúði sem þeir hafa rétt á að kaupa af okkur. Já, þeir kaupa þeir af ykkur? Já, þeir kaupa af okkur á kostnaðarverði. En við þyrftum auðvitað að vera með einhvers konar öðruvísi félagslega blöndun inn í Bjargi heldur en að vera með tekjulaust af fólkið og síðan eina félagslega blöndun er næsti hópi fyrir neðan og það er það sem við erum að reyna að breyta með tilkomu Blævar. Við erum að afhenda núna fyrstu íbúðunar áramótin. En við erum með alveg risa vandamál náttúrulega líka sem er bara þessi lága prósent af félagslegu húsnæði á vegum sveitarfélagana. Og ég held að sé mest í Reykjavík sem er eitthvað 5%. Og svo eru sveitarfélögin samt sko að einhvern veginn að koma sér inn í einmitt samstarf með Brynju og öðrum félögum til þess að einhvern veginn þurfa ekki að byggja sjálf. Þetta finnst mér alveg rosalega alvarleg þróun sko. Þetta er lægsta prósentu bara í allri Evrópu. Já. Við erum með sko árið 2017 þegar Varasjóður húsnæðismála lauk starfi sínu við að selja félagslega íbúðir í eigu sveitarfélagana. Þá var hlutfallið komin í 3,47 á landsvísu sem er það allra lægsta sem ég hef bara séð í allri Evrópu. Og þetta náttúrulega er alveg stórmerkilegt að félag eins og félagsbústaðir sem að stendur svona sterkt á mikið eigið fé skuli ekki vera að byggja sjálft. Það er alltaf að tala um það að við ekki hrúa eða hópa tekjulága fólki saman. Og ef þeir vilja það ekki, þá geta það samt byggt og selt frá sér 80% af eigunum og bara og jafnvel lána fyrir þeim, tekjulágum eða ungu fólki. Það er allt hægt, það er bara engin vilji til þess að leysa vandamálið vegna þess að braskararnir, þeir hagnast á þessu og það eru braskararnir sem ráða för, það eru braskararnir sem eru með stjórnvöld, bæði á vegum sveitarfélagana og ríkisins, bara í vasanum og það sést bara best eins og Ragnar bendi þetta á hvernig samtök atvinnulífsins og viðskiptaráð, þau ráða ferðinni, þau eru með fólkinni í öllu þessum starfshópum sem að ráða ferðinni, fólk sem er fullt sjálfstraust, það ræður ferðinni. Svo koma aðilar inn frá heildarsamtökum atvinnulífsins, þeir eiga bara ekki roði í þetta fólk. Það er bara valhöll, viðskiptaráð og samtöku atvinnulífsins sem að stýra ferðinni og þeir græði á þessu, þess vegna breytist ekki neitt. Og þetta er líka starfsfólk ráðunauta sem að leggja setja mörgum í að halda ákveðinni kyrrstöðu að í það minnsta að það sé eitthvað gert sem gagnast raunverulega inn í það baráttu sem að við erum að heyja gagnvart þessu gengdalösa óréttlæti. Er það þannig? Og varandi til dæmis hlutfall á félagslegu húsnæði. Við erum að skoða núna Vínarborg og ætlum að stefna því að reyna að fá að heimsækja borgarstjórnina þar til þess að kynnast í rauninni húsnæðis menningunni þar. Þar eru vel yfir 40% af öllu húsnæði sem er í skilgreind sem félagslegt húsnæði og það regluverk, þetta er auðvitað rándýr borg en þarna þeir skera sér svolítið úr þegar kemur að skipulagi og uppbyggingu á húsnæði þar og það verður mjög fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þeirri vinnu. En við erum auðvitað líka búin að heimsækja Norðurlöndin, sjá hvað aðrir eru að gera, hvað getum við gert. Við erum alltaf að koma með hugmyndir þegar við lögðum til dæmis til við borgina að byggja upp Úlfarsadalinn. Þá lögðum við líka til hugmyndir hvernig við myndum fjármagna alla innviði, vegagerð og ýmislegt annað, þú veist, þess að rauninni koma með lausnir sem að fælu í sér eins fá að flöskuhálsa og hugsa sketur. En fólkið er bara ekki í sambandi. Þú veist, það er ekki... Svo eru svo lausnir sem er verið að bera borð fyrir okkur undanfarin ár, sem er verið að hampa hérna eins og hlutdeildarlánin.
Við sáum bara fyrir 1 eða 2 vikur síðan kemur bara frétt að það sé bara ekki hægt að fá fjármagn til þess að klára framkvæmdir. Þetta hefur aldrei virkað og það heldur ekkert meiningi með þetta virki. Og ef þetta virkað þá er þetta stór hættulegt. Þetta átt að vera tekið upp eftir skotum, þar sem það er 2 kerfi, svona hlutdeildarlánskerfi í Skotlandi. Þar þarftu bara ekki að borga þessi lán tilbaka fyrr en þú ákveður að selja. Hvort sem nýraður eða 100 ára eða búin að búa þarna í 50 ár. Hér á Íslandi er sett markið, þú þarfst að fara að borga þetta tilbaka til 10 ár. Og ef þú getur ekki borgað þetta tilbaka, þá þarfst að fara í ráðgjöf og leita endurfjármögnunar. Þá ertu komin að reyta 1 aftur. Má ég aðeins koma inn á þetta, Guðmundur, að því að ég var í starfshópnum sem fór til Skotlands og Englands og við kynntum okkur bæði Help to Buy prógramið á Englandi og síðan líka sambarlegt úrræði í Skotlandi. Þetta shared equity loan. Já, og þar er það kerfi mun svona félagslega drifið. En það er eins og Guðmundur segir að þú þarft ekki að borga þessi lánu fyrir bara að þú ákveður að gera það sjálfur. Og þegar við vorum að smíða þessa hugmyndafræði og þetta var í sjálfsett þverpólitísku starfshópur sem var skipar og þáverandi ráðherra með aðilum frá samtökum atvinnulífsins, sveitarfélögunum, húsnæðis- og mannvirkjastofnun og verkalýðshreyfingunni. Ég satt í nefndinni fyrir þann hóp og við bjöggum til hlutdeildarlánakerfi íslenskt af skoskri fyrirmynd og við fórum meira í þessa félagslega nálgun. Það var lögð gríðarleg vinna í þetta, gríðarleg vinna. Og niðurstaðan var frábær hugmynd, flott kerfi sem að myndi gagnast þeim sem að myndu komast inn í það að sjálfsögðu, en ekki bara verktökunum eins og kerfi var hugsað á Englandi. Það er að segja, verktakarnir vildi ekki byggja því það var þeir höfðu ekki kaupendahópin, eða þess að kaupendunir þeir höfðu ekki efna á að kaupa, gátt ekki safnað eigið fé, þannig að ríki kemur inn með hlutdeildarlán þar og þar voru vikmörkin miklu hærri, það er að segja miklu dýrar íbúðir og algjörlega engin takmörk, fólk er unni braska með þetta. En síðan er þessi starfshópur og það virðist vera algjör samstæðar inni hvernig þetta kerfi ætti að vera uppbyggt og þetta fer síðan fyrir þingnefndir afgreitt af fólki sem kom ekki nálægt þessari vinnu, hafði enga innsýn inn í kostin og gallana, alla þá vinnu sem við vorum búin að setja í þetta og þessu var bara breytt, þetta var bara eyðilagt þar, bara í meðförum bara stjórnmálamanna sem að setja fyrir stjórnarflokkana og mín upplifun var svo að það var ekki einu svona þrýstingur frá einhverju sérhagsmunaöflum. Við gerðum umsagnir sem var ekkert hlustað á. Nei, þetta var bara fyrst og fremst, myndi ég segja, að þarna fannst bara þingmönnum stjórnarflokkana, sérstaklega í hægri pólitíkinni, þeim fannst bara eins og væri verið að gera of mikið fyrir fólkið. Já. Og þess vegna þyrfti að rífa þetta niður og frumvarpið eða lögin hlutdeildarlán fara í gegn það löskuð að úrræði varð í rauninni algjörlega gagnslaust þangað til að þeim var síðan breytt aftur nokkrum árum síðar. En núna er þetta, er kerfið, er bara rauninni þannig að það er ekki fyrir en verktakarnir, braskararnir, fari lenda í vandræði með að selja íbúðir. Þeir ekki sett fjármagn. Þá fara þeir að breyta hlutdeildarláni í kerfinu til þess að skera verktakarn og snurra. En þegar þetta átt að snúast að hjálpa, kerfið á til dæmis að bjóða upp á fólk í mjög viðkvæmri stöðu að geta, eins og í Skotlandi, það átt að geta bjóða upp á alltaf 60% eignarhlut ríkisins til þess að tryggja til dæmis fólki, öryrkjum, fólki í mjög viðkvæmri félagslegri og fjárhagslegri stöðu. Þetta sense of ownership, að geta eignast eitthvað yfir lengri tíma, fólk sem ætti ekki annars nokkurn einasta möguleika á því að eignast nokkuð skapaðan hlut með óbreytt ástand. Þannig að hugmyndavinnan var frábær, niðurstaða starfshópsins var mjög góð og þetta var mjög sterkt úrræði.
en var algjörlega jarðað af pólitískum. Það líka eitt sem bara bæta við, þegar ríkið stjórnvöld og Sigurður Ingi fyrrverandi innviðaráðherra sem hefur staðið í stafni í þessu málaflokki undanfarin 7 ár, hann að halda þessu fram, hann að hampa þessum hlutdeildarlánum sem klárlega virka ekki og ef þau virka þá eru bara stór hættuleg þeim sem að taka þau. Og svo hann að tala húsnæðisbætur. Hann að tala búið hækka húsnæðisbætur, hann var hækkar húsnæðisbætur núna við kjarasamningana. Það er bara sterk fylgni á milli hækkar húsnæðisbóta og hækkun á húsalegu. Það er bara mjög sterk og ákveðin fylgni þar á milli. En svo kemur að því að sko, hvað gera þessu húsnæðisbætur og hvernig líta þessu húsnæðisbætur út? Það eru milli 40 og 45% af leigjendur sem fá húsnæðisbætur. Þetta innan við helmingur. Og bæturnar hafa ekki verið verðbættar yfir langt árabil. Það var hríðfallið í verðgildi. Og það var rétt verið að bæta verðgildið núna við síðustu kjarasamninga og rétt umfram það. Og svo fá leigjendur jafnaði ekki milli 50 og 60% af hámarksbótum. Þannig að þessi hækkun húsnæðisbóta sem var tilkynnt og hampar svo mikið kring kjarasamningana, hún skilar sér mjög litlu leyti til leigjenda. Og svo vel að merkja. Leigjendur eru eini þjóðfélagshópurinn sem ég veit sem skattlagður sérstaklega. Leigjendur borga milli 11 og 22% af sínum leigugreiðslum í skatt til ríkisins í formi fjármagnstekjuskatt á leigusalana. Ríkið að þéna á leigjendum kannski milli 10 og 20 milljarða í heildina. Þannig að leigjendur hafa öll þessi ár verið að borga þessa húsnæðisbætur sjálfir. Þetta eru ekki peningar sem eru að koma úr sameiginlegum sjóðum, þetta eru peningar sem leigjendur eru að greiða og svo annað sem kannski ennþá sérstakar í þessu, að leigjendasamtökin eða hagsmunasamtökin leigjenda eru líka einu svona almennu hagsmunasamtök almennings sem fá ekki krónu frá ríkissjóði. Samt þetta hópur sem sérstaklega skattlagður kannski milli 10 og 20 milljarða á hverju ári en fá ekki krónu. Þannig að leigusalandi fá húsaleigubætur. Já, ekki bara það. Leigusalinn, hann rukka þig 300.000 í húsaleigu. Hann búinn að gera ráð fyrir þeim kostnaði sem hann hlýtur af því að reka húsnæði. Ef hann einkaaðili þá er það 11% af þessum peningum sem hann þarf að skila ríkinu. Þetta eru tekjurnar, þetta eru peningar sem að leigjandinn afhendir honum og hann afhendir ríkinu. Þetta eru launatekjur leigjandans sem að enda hjá ríkinu. Það eru 10-20 milljarðar á hverju einasta ári. Og svo verður að tala um hækka húsnæðisbætur. Þetta eru peningar sem leigjendur eru sjálfur búin að greiða. Og svo þegar leigjendasamtökin ætla að biðja að fá styrk fyrir ríkinu til að geta rekið hagsmunabaráttu fyrir sína skjólstæðinga, þá svarar ríkið ekki einu sinni, þrátt fyrir að búin að lofa því. Þannig að allt sem þessi ríkisstjórn gerir... Við sendum það 2019 og svo aftur... Þetta verður alltaf dauðanum sjálfum í höndum þessar ríkisstjórnar undanfarin 7 ár. Samtökin ykkar fjármögnun, tryggð fjármögnun. Já, og það hefur ekki verið staðið við það ennþá. Við verðum að hætta í þessu stuði, það er greinlega margt ógert hjá okkur. Ragnar Þór, Marja og Guðmundur Hrafn, þakka ykkur fyrir komuna. Takk. Svo eftir augnablik ætlum við bræður að ræða pólitíkina.
fallega gestir okkar farnir hérna og við sitjum hérna 2 einir eftir bræðurnir, Sigrún. Já. Þetta var kröftug umræða. Já. Við segjum stundum að við ætlum að taka stöðun á svona pólitíkinni og að suminleiti var ekkert svo mikið fjallað svona flokkana eða ríkisstjórnina, aðeins getið fjármálaráður og fjárlög og svo náttúrulega bara verið að rekja húsnæðisstefnuna sem hefur verið hérna. Já. Ég var að hugsa það núna þegar við vorum að tala. Þetta náttúrulega, við erum inn í miðri svona samfélagslegri tilraun í húsnæðismálum sem að hefur staðið við kannski 25, kannski 30 ár. Það þannig að sko húsnæðisöryggi í okkar heimshluta var byggt upp á eftirstríðsárunum og fram að aldamótum einhvers út allan heim. Annars vegar með því að verja almenning fyrir svona markaðssveiflum í verðmæti fjármagns, vaxta. Og svo verðmæti húsnæðis. Og það byggt á því að svona venjulegt fólk, bara fólki með miðlungstekjur og þar fyrir neðan, það getur ekki eignast húsnæði ef að sko eru verðsveiflur á húsnæði og svo verðsveiflur á lánsfé. Og það eru svona ýmsar útgáfur sem eru búnar til þess að leysa þetta. Við vorum með ekkert svo mikið, við vorum með félagslegt leiguhúsnæði sveitarfélagana og þá það hugmyndi svo að sveitarfélagin byggi húsnæði og leigi það út á svona kostnaðarverði eða jafnvel með svona smá tapi. Þetta bara framlag til þess að hinir tekjulægstu hafi húsaleigu og þá fá þeir borgað lága húsaleigu sem grefur ekki undan lífskjörum þeirra. Þetta kerfi var brotið niður bæði með því að bara hættu uppbyggingunni á því svona miðjan 10. áratuginn og við þekkjum dæmi þess að mikið af þessum íbúðum var bara selt út á markaðinn aftur sem hefðu fengið, sveitarfélögin hefðu fengið stuðning til þess að byggja á sínum tíma. Þetta var bara selt. Það var talið að þetta væri bara tap á þessu og eitthvað svona. Það var bara breytt svona sjónarhorni á hvað það var. Mjög víða land og við þekkjum núna að það húsnæðiskreppa og leigukreppa alveg hringinn í kringum landið. Þannig að það væri stórkostlegt að hafa eitthvað af þessum íbúðum sem voru losað út úr kerfinu og svo var engin uppbygging. Það var náttúrulega allar seldar en það var engin uppbygging. Þannig að þetta miklu minni hluti af heildarhúsnæðinu heldur en var bara fyrir 30 árum. Þetta var lokað og svo var annað gert. Það var líka sagt inn í sveitarfélögunum, nei, við höfum ekki að ef að þú ert öryrki og ert með svona lága tekjur, þá hefur aðstöðu til þess að fá húsaleigu hjá okkur á lágu verði til þess að þú eigi fyrir mat út mánuðinn. En við skulum hætta því að því það einhver ósanngirni í því, þannig að við skulum rukka þið bara markaðslegu, eins og bara allir borga en svo færðu húsalegu bætur í staðinn. Og við heyrðum Guðmund Hrafn lýsa því hvað gerist þá, að það þýðir að þú færð húsaleigunar, ferð út á markaðinn, leigir húsnæði og það bara hækkar. Og hugmyndi með að búa til þetta kerfi, hún á því að þeir sem í braskinu, þeir horfa á fátækasta fólki og segja, eigum við að sleppa því að leigja bara á félagsbústöðum og í félagslegu húsnæði sveitarfélagana. Það ekki að bara koma út og við ekki bara geta keppt við að leigja því eins og markaði, svo bara borga ríkið þeim það sem vantar upp á til þess að borga markaðsleguna. Þannig þá getur við bara verið að græða þeim eins og bara öllu öðru fólki. Þetta bara sjónarmið sem varð ofan á og við hættum uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæðis á Íslandi. Við áttum verkamannabústaði sem var annað svona dæmi, það sem lokað, það sem að þú keyptir, borgaði, lagði fram 5% af verðmæti og síðan þurfu seldir út, kannski eða bara af ýmsum ástæðum, fólk skildi eða fólk vildi kaupa af sig bara eitthvað annars þar, þá fékkstu tilbaka það sem hún lagðir inn, miða við eins og það hefði bara lagt þetta inn í banka. Það var ekki tekið mið af hækkuninni á markaðsvirði húsnæðis á leiðinni. Og þeir sem komu næstir inn, þeir keyptu það bara á mjög miklu lægra verði. Og þannig að það metið svo að ef við höfum haldið þessu kerfi áfram, þá væri kannski svona 26-27.000 íbúðir í verkamannabústaðakerfinu til þess að tryggja ódýrt og örugt húsnæði handa svona tekjulægra launafólki. En þetta var lagt af og fólki var bara einkavætt, fólk mátti bara kaupa þetta út úr kerfinu og þetta bara
hvarf út úr kerfinu. Já. Síðan var annað að til þess að halda niðri sko, til dæmis það sem er hátt hlutfall eigenda í húsnæðiskerfinu eins og í Noregi, að þá sér maður að maður skoðar sko sögu eftirstríðsárunna, að þá er það gert með því að ríkið tekur lán, notar sko sína lánagetu og lánar síðan fólki og félagasamtökum og svona til þess að fólk geti keypt sér húsnæði. Þannig að það er ekki sent út á markaðinn vegna þess að við vitum það og við hafa allir vitað það alltaf að fólk ræður ekki við það fara bara að keppa við alla sem að sækja sér í lánsfé og borga vexti af því. Og í Noregi til dæmis að þá var og þetta er eiginlega í öllum löndum en ég tekti að dæma Noregi af því að þetta er líka til þess í Danmörku, það var búin til svona sjóður sem að ríkið á sem að leigir síðan sko byggingafélögum leigjenda sem að byggir upp húsnæði og leigja það í burtu. Í Noregi var það þannig að það var leitt lánað almenningi og þetta var niðurgreitt. Það vissuð allir. Að þú veist til þess að tryggja húsnæðisöryggi helmingsins sem er meðaltekjur og þar fyrir neðan að þá þetta er bara framlag sem að samfélagið leggur til að tryggja húsnæðisöryggi. Við vorum með svona vísi af þessu kerfi langt á eftir Norðurlöndum alveg eins og í félagslega húsnæðinu og verkamannabústöðunum og við erum langt á eftir öllum öðrum. En þetta kerfi var lagt af, þegar húsnæðisstofnun var lagt niður og Íbúðalánasjóður tók við og svo var Íbúðalánasjóður, raunverulega voru íbúðalánin markaðsvædd. Áður var það þannig að Íbúðalánasjóður og húsnæðisstofnun lánaði svona 70% af því sem þurfti til þess að byggja húsnæði eða kaupa húsnæði. Bankarnir sáu síðan lánin sem voru þar fyrir ofan. 2004 og 2005 þá ruddust bankarnir, þannig að einkavæddu bankarnir inn á markaðinn og tóku yfir allan húsnæðismarkaðinn og ríki bara gekk tilbaka og af svona ósk og kröfu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að gefa einkaframtakinu húsnæðislánamarkaðinn og við skuldum í manni ekki 400 milljarða sem að við munum þurfa að borga fyrir þá ákvörðun að Íbúðalánasjóður bara gekk út af markaðnum og tók allt tapið og þú þekkir þá sögu það þau tekið lána á tilteknum vöxtum og svo þegar fólki endurgreiddi það og þá sátuð uppi með það og þau þurfa að borga alla þessa vexti og við verum að því sko marga áratugi. Þetta var lokað hérna. Og þetta er bara félagsleg tilraun. En að nú allir við á Íslandi, við vorum með veikara húsnæðiskerfi heldur en allir í kringum okkur og allir í Evrópu. Og nú ætlum við að taka séns og bara eyðileggja alveg. Við skulum bara taka félagslega húsnæði og berja það alveg niður þannig að þú veist það er allra fátækasta fólkið. Ef þú ætlar að sækja með félagsbústum í dag, þá er ekki nóg fyrir það að sýna að þú sért fátækur. Þú ert að sýna að þú sért eiginlega sko niðurbrotin persónulega og sért í einhverju sko bara meðferð og þú sért eiginlega niðurbrotin manneskja að þá ferðu að fara á biðlista. Við erum búin að koma sko félagslegu húsnæðiskerfinu þangað. Henda verkamannabústöðunum öllu sem er svona fyrir svona lægra launaða fólk á almennu vinnumarkaði og bara látum bara braskvæðum íbúðalánin og sjáum hvað gerist. Og hvað gerist? Við sjáum í hruninu sem gerðist, þar sem 10.000 fjölskyldur mistu húsnæði sitt. Þær fjölskyldur bara detta niður í fátækt vegna þess að sko börnin þeirra hafa ekki efni á að fara inn á húsnæðismarkaði lengur, það eru bara föst á leigumarkaði. Það er við sjáum það að allar íbúðir sem koma til sölu, ég held að það veri bara í einhverjum tölum sem voru byrt þá held ég 80% sem fóru til þeirra sem áttu íbúðu fyrir. Þannig að þessi svokallaða séreignarstefna, hún er bara horfin. Það er verið að gera allra flesta leiguliðum. Það getur engin venjulegar manneskjur keppt við leigufélögin og braskarana á húsnæðismarkaði vegna þess að þau ætla að kaupa húsnæði til þess að leigja það út á leigumarkaðina sem að fólk er í svo miklu vanda það bara borgar eiginlega allt sem að getur tilbaka. Og þannig þau geta boðið miklu hærra verð inn í það og þannig allt í einu erum við komið með stærsta hlutan af húsnæðismarkaðnum, hann er í eigu ykkur að braskara sem eru bara að soga fé upp úr fólki. Við erum með óvarið fólk á húsnæðismarkaði að taka lán þar sem að nú eru Arion banki og Íslandsbanki að leika sér að hækka vextina til þess að bara auka hagnaði sinn, en þess að fólk getur ekki farið, það er bara háði að skipta við þetta, það er ekki varið almannavaldið sem við höfðum áður sem að var framkvæmdavald lýðræðisvaldið bjóð til ykkur svona varnar girðingu í kringum venjulegt fólk svo að gæti keypt sér húsnæði, það er farið.
Ok, við sjáum þetta bara, hörmung eftir hrun, þegar leigumarkaðurinn springur upp í tengslu við ferðamannabóluna svona 2011, þá sjáum við bara húsalega hefur hækkað held ég þrefalt á við laun, bara það fer svo rakett upp, fasteignaverð hækkar alveg svo raketta, nýjir kaupendur og yngra fólk á ekki efna að kaupa sér húsnæði, framleiðslan á húsnæði, það var húsnæðismannvirkjastofnun var að birta bara höfuðborgarsvæðinu, þá var held ég stemt að því að byggja rétt hæflega 8.000 íbúðir sem átti að vera svona hald í horfinu, ekki til þess að bæta aðstandið, hald í horfinu, þannig að það myndi ekki versna. Það er raunverulega ekki svo að það fóru 4.000 íbúðir. Það var bara helmingurinn af því sem að þurfti til að halda í við, þannig að þú veist, framleiðslan á íbúðinu er í tjóni, húsalegan er í tjóni, húsnæðiskostnaður almennings er í tjóni, húsnæðisöryggið er í tjóni og hvað er gert? Ekki neitt. Það er bara að vera að reyna að segja okkur það. Nei, við þurfum að halda lengra áfram inn á þessar braut. Við þurfum að fara lengra inn í þessa samfélagslegu tilraun og við þurfum að fara lengra yfir því að kippa fótunum undan almenningi. Til hvers? Til þess að einhverjir svona braskar að gera rétt meira. Þetta er bara ótrúlegt að íslensk þjóð hafi bara látið þetta gerast. Þú spurðir oft hvað eru múturnar? Já, ég meina það. Þau voru að lýsa því, það sem að kemur fram einhver tillaga inn í þing sem að þú veist búið að semja og Ragnar satt í einhverjum nefndum og notum skosku leiðina, fer inn svona, jú, þetta sleppur kannski, það gæti verið til bóta. Fer inn í þingið, lið sem að bara vinnur hjá viðskiptaráði og SA og hlusta bara á það hlusta bara á leigjendur, ég meina akkur þetta hlusta á leigjenda, þú veist, ég hefði bara hlusta á svona flotta fólki sem kemur þarna með, þú veist, eitthvað flottu glærusjóin og auðvitað vita þau þetta miklu betur og eitthvað svona og það kemur síðan út sem samþykkt lög á þingi, þetta ástandið versnar, það sem átt að vera til bóta, gerir það bara verra. Viljandi? Já, viljandi, aftur og aftur og aftur. Já, viljandi. Já. Allt þessu var stefnt. Svo erum við að hlusta alltaf á einhverja innviðar á þeirra, tala eitthvað svona, og þeir, þú veist, það var samþykkt 2019 að setja á svona leigubremsu og líka kom hérna fram samþykkt að styðja hagsmunasamtök leigjenda. Það er bara fellt af því að, af hverju? Já, ég held að SA og viðskiptaráð vilja það ekki. Þá verður það ekki auðvitað, við erum að gera þetta í sátt í samfélaginu, við erum að sátt í samfélaginu, sátt við hvern? Ríka fólkið. En hvað erum við ekki gert í sátt við öryrkja og leigjenda og lálaunafólk og er aldrei verið að spyrja sátt við það? Ég benti á þetta fyrir þættinum og það má færa röka því, ég held að það er hærri upp að leigjendur er að borga meðaltali 100.000 krónur á mánuði í umfram í leigu heldur en ætti að vera ef hér væri eðlilegu leigumarkaður. Það eru 48 milljarðar á ári sem er skattur sem er lagður á fólki sem á síst við því til að gera hvað? Af því að við viljum braskvæða húsnæðiskerfið. Af hverju erum við að því? Af því að við höldum að það sé betra fyrir hvern. En ríku en svo ljúgum við bara að við höldum að það sé betra. En ef við skoðum söguna, hvernig var búið til húsnæðisöryggi alls þar í kringum okkur? Að við ákveðum að brjóta það niður. Ekki fara þá leið. Þetta er að fara einhverja leið að því að Frekikalli vildi það. Þetta er... Frekikalli ræður. Já. Þetta er svona ein leið til þess að tala íslensk stjórnmál. Svo við líka talað þú veist, flokkana og... En þessi húsnæðisstefna sem ég var að segja, það við erum búin að vera með í ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn, Samfylking, Viðreisn og raunverulega Miðflokkurinn, ég geti Framsóknarflokkur, Sigmundur Davíðs er eiginlega Miðflokkurinn. Við erum með bæði Ragnar og Guðmundur töluðum Reykjavíkurborg. Þar ertu með Pírata og þau viðbótar. Já. Ég sé, það eru bara eiginlega langflestir flokkarnir bara sætta sig við það. Að þetta er þetta er fólki sem á Ísland. Við búum hjá þeim, bröskurum. Og ef við ætlum að gera einhverja breytingar, þá getum við kannski gert einhverja breytingar ef að þau sættu sig við það. Við eigum að setja á leigubremsu, nei, þau sættu sig ekki við það. Eigum við að setja á leiguþak, nei, þau sættu ekki við það. Eigum við að gera stór átaki að byggja annað Breiðholt, nei, þeir sættu sig ekki við það. Þeir sjá að ef það verður byggt Breiðholt, þá græða þau minna. Ok, þá gerum við það ekki. Hvað getum við þá gert? Við getum látið eitthvað lúkka, einhvern veginn eins og við getum búið til svona hlutdeildarlán.
eitthvað svona, og sagt að nú erum við komin fram hérna, þetta er svona gert fyrir unga fólkið og eitthvað fleira og svona, við haldið fram og svo kannski kastlusvital og glærusýning og eitthvað svona. Virkar þetta svo? Nei, þetta virkar ekki, þetta átti ekki að virka. Þetta átti bara að vera eitthvað svona til þess að pakka inn, til þess að þú sætti við ekki óbreytt kerfi, heldur kerfi sem er að versna og versna og versna og versna. Þetta verður kosið í vor? Ég veit það ekki. Það er gott sem að Róbert sagði Marshall sem var hérna fyrst. Það var að segja að raunverulega væri eins og Sigurður Ingi að þú varst að benda á það sem var að segja. Að Sigurður Ingi væri bara eitthvað að íta svona frá sér, reyna að segja sem minnst og eitthvað svona og bara því að hann stefnir að því að hann ætlar að auglýsa sig í gegnum næstu kosningar. Og ég fylgdist með kosningunum 2021 og það var svolítið sérstakt að fylgjast með því að það leit út svona kannski svona þannig að það var svona 1,5 mánuð til kosninga að við værum í pólitísku debatti af því að þá var svona einu formlegu þættir ekki byrjaðir. Það var svolítið svona frjálst bil og ég er í Sósíalistaflokknum og við náðum að koma til meðan annars með húsnæðismál sem var 30.000 íbúðir á 10 árum sem að var að byggja inn í eitthvað svona kerfi, bara fengum ágætis umræðum það og við vorum líka því vorum að tala svona mjúkumálin áðan og hvað þetta stýra áfram. Það var eitt tilbúið kærleikshaggjörfið sem að myndum bara passa mjög vel inn í umræðinu sem er í dag. Þú veist, hver á að vera fókusin okkar? Síðan kemur það svona kannski 1,5 mánuður, þá fer í gang svona RÚV með eitthvað svona umræður og þá fer RÚV og fjölmiðlarnir að reyna að stýra umræðinu og moggin og eitthvað svona, hvað er umræðilega issueð og það tengdist því sem að Róbert var að segja, það bara allt í einu tekur leiðilega fólkið yfir dagskrárvaldið. Allt í einu er bara að vera að spurja mann eitthvað svona, ekki húsnæðismálin, þetta er bara eitthvað fáránleg mál sem að einhvern veginn bara viðskiptaráðið SA er búin að ákveða hvað ég að vera að dagskrá. Síðan þegar eru kannski 2 vikur, 10 dagar til kosninga, þá allt í einu fattar að stjórnmála umræðan á Íslandi, hún færist frá fréttum og umræðuþáttum yfir í auglýsingar. Þeir sem eru með fréttina, þeir ótta svolítið að vera að fjalla svona pólitísk mál. Því að þá eru sakar að vera að lyfta þessum á kostnað hins og eitthvað svona, verður svona smeyk við að taka þetta og svona umræðuna verða svona daufar og leiðilegri en raunverulega bara peningarnir sem að flokkarnir eru búin að taka út úr ríkissjóði á skattfénu, þeir bara dæla því og það bara allt í einu snýrist kosningarnar er ekki bara best að kjósa Framsókn eða eitthvað landtækifærana. Þetta er ekki stjórnmálaumræða. Nei. Og maður hugsa bara, vá, kannski erum við bara að missa lýðræðið þegar við getum ekki haldið upp í raunverulegri pólitísku umræðu. Á endanum að þá er bara eiginlega samþykkt í samfélaginu að við kjósum bara eins og við sem að kjósa svona vinsælu krakkaklikkuna í skólafélagi eða eitthvað, eða við sem að senda eitthvað í Idol eða eitthvað, já, nú góðu kallan Sigurður Ingi. Ég sé bara það sem hann er að gera núna og svona, ég sé ekki þessi neitt góðu kall. Nei, alls ekki. Það getur vel verið hans fínn í fermingaveislum og svona. Já, og ég hef heyrt að það hefur verið mjög góðu dýralagnir. Já, en við heyrum bara neyðarkall frá alls konar fólki. Já. En ég bara, það verðist ekki eins og að svona hlusta á það. Já. Hvernig getur það verið góður kall og heyrir ekki neyðarvein? Já. Það er ekki verið góðu kall. Nei. Það er bara að vera fyrir bara slæmur kall. Það sé ég las upp alveg orðrétt. Við sáum síðustu frétt frá Hagstofunni núna að eignaverðið hafi hækkað mjög mikið sem segir að fólk skuldar almennt miklu minna. Það er ekki common sense í þessu. En bara, að enginn sem hefur að þingi eða fjölmiðlum komið nálægt svona málum myndi skrifa svona. Ekki nokkuð maður, myndi ekki engun detta þetta í hug nema þessum eina manni sem er fjármála- og efnahagsmálaráðherra. Þá komum við einu að þið vorum að tala veikt aðhald í fyrsta hlutunum, veikt aðhald fjölmiðla og Eyrún var að tala að fjölmiðlinn veikst og eitthvað svona og ég nefndi til dæmis að það hefur bara verið lítil umfjöllun fjárlagafrumvarpið, kannski út af getuleysi fjölmiðlana, ég veit ekki, eða það að þeim tókst einhvern veginn að selja það, já, þetta er nú eiginlega bara svona framlíking af fjármálaáætlun og eitthvað svona. Þetta er alltaf að koma? Já, þetta er alltaf að koma og það bara varð enga fréttir það. Þessu ummæli, kannastu það að það hafi verið umfjöllun það á RÚV eða í Mogganum eða á Vísi eða? Bara á miðjunni. Bara á miðjunni.
og þetta bara dæmi svona aðalsleysi. Fjármálaráðherra sem þið segja þetta, einhvers staðar í heiminum, þetta bara staðsta fréttið þá vikuna. Og ef að fjölmiðlarnir... Og ef hann trúir þessu, ef hann ekki að ljúga, ef hann trúir þessu, það sko helmingi verra en að vera að ljúga. Vísvitandi að segja ósatt, sko. En ef hann trúir þessu, hann fullkomlega vanhæfur maður. Já, en það sem ég held að sé að gerast, að einhvern veginn hafa fjölmiðlarnir kannski út af bara fjárskortu og ráð ekki við þetta, kannski af ótta við valdið og svona, þau séu, vilja ekki vera í of miklu aðhaldi, en hvað gerist í samfélagi þar sem að fjölmiðlarnir leggja af aðhaldið? Þá fara stjórnvöld bara og þeir sem að ráða, SA og viðskiptaráð og félag, þá bara fara alltaf lengur og lengra. Því það ekkert sem að stoppa þá. Nei. Og af hverju þessi fjármálaráðherra að segja þetta núna? Það vegna þess að hann vanur því, hann getur sagt eitthvað svona hluti, það ekki þess að stoppa hann í þessu. Nei. Þannig að bullið, að það svona, ferðast svona, hann bullar helmingi meira í þessari viku heldur í síðustu viku að því það ekkert aðhald. Og svo helmingi meira þannig komum við 4 og svo 8 og 16 og allt einu eru komin í eitthvað veröld þar sem að stjórnvöld að segja okkur, Seðlabankastjóri segir að ég sé ekki að hækkun vaxta hafi nein áhrif á afkomu heimilana og þessi eru byrjað að segja bara eitthvað sem bara sturlað. Gjörsamlega. En svo líka þegar hann að segja þetta í ræðustofa-þinginu, þá eitt ansögum sko, að hann einhver einn að takast á það og kannski 2-3 þingmenn inni sem í tölvunni eða símónum, svo þeir upp í matsal eða yfir á smiðju hennan í húsinu. Þetta ekki eins og í þinginu sko, það ekki eins og eyru þar sem ná þessu. Það ekki stjórnarandstaða í þinginu. Það ekki stjórnarandstaða í þinginu. Nei, og líka bara stjórna þingmaður, hann á ekki sko að kaupa þetta, að bara leiðir þetta mannin og ég með fleiri svona, ég nenni ekki lesa þetta alveg galið sko. Þetta mun bara versna hjá okkur því það lítið aðhald og þá munu þeir sem að eiga og ráða eins og stundum sagt munu bara vaða uppi að það engin fyrirstað fyrir því. Þá mun og þannig gerist það yfirleitt sko. Þegar andstaðan hverfur að þá vaða sérhagsmunir bara áfram. Herðu, en eigum við eitthvað að ræða pólitíkinu svona, ef ekki bara segja þetta gott? Jó, gerðu það. Þetta fór kannski þáttinu öðru sem að sá hann fyrir. Það fínt sko. Það fínt. Það gott mál. Herðu, ég þakka þér, Sigrún, fyrir að vera með mér í dag og þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið og helst ykkur sem hafi hlustað og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Ég minni á það eins og ég geri oft að þið geti hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðunar og samstöðun svona tilraunaverkefni sem við erum að reyna að búa til með hjálp ykkar. Eitt sem þið geti gert að segja bara vinum á vandaminu frá efni sem ykkur líkar benda á að það má finna efni frá samstöðunni á Facebook og við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu á höfuðborgarsvæðinu, þetta ná útvarpssendingunum á 89,1 og það svæði nær alveg upp á sunnanvert Snæfellsnes og upp í Borgarfjörð og upp á Litlu Kaffistofu út á Reykjanes þá. En það þetta að hlusta á útvarpið þar fyrir utan í spilaranum. Spilarinn á netinu, spilarinn.is og svo spilar líka app sem að maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðina og allar íslensk útvarpsstöðvar, hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við síman. Þar erum við nú með 5 á fjarstýringunni. Önnur fjarskiptafyrirtæki hafa ekki séð ástæðu til þess að dreifa efni samstöðunar. Kannski ef þú ert í viðskiptum við annað fjarskiptafyrirtæki að spurja hverju það sætir og hvetja þau til þess að bjóða síni viðskipta líka upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólring, 7 daga vikunar, allan á sér ring, samfélagsumræða í þessu þætti við rauðaborðið í öðru þáttum samstöðunar. En samstöðin hefur fyrst og fremst verið byggð upp af þeim hluta áheyrenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það eru þeir sem að eiginlega standa undir rekstrinum. Við mældum það í apríl, kannski ættum við að fara að mæla það aftur hvað eru margir sem eru að hlusta á þætti samstöðunar í hverju viku, þá var það 37.000 manns. Ég heyri það bara á viðbröðum hvað sem ég kem að þeim hefur líklega fjölgað umtalsvert síðan þá. En af þessum hópi hafa 1400 manns gerst áskrifendur, það kostar 2.500 krónur á mánuði. Þú vilt slást í þann hóp sem er raunverulega að reyna að byggja upp þennan umræðu vettvang og fjölmiðl.
framlagi hvers og eins sem að safna saman og vonandi verður eitthvað stórt í framtíðinni. Ef þú vilt slást í hópinn, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.500 krónur, mátt borga meira ef þú vilt og þeir sem að kjósa geta látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Og við þökkum áskrifendum kærlega fyrir allt sem við sjáum hér og heyrið í boði þeirra. Þetta búið í bíli, ég óska ykkur bara góður helgar þar sem eftir aðvinni. Ég verð hérna næst annað kvöld klukkan 8 við rauðaborðið og þá verður fjörug umræða. Sjáumst þá.